af því að það hafa allir, flestir, sína skoðun á því hvað fíla að horfa á. Ég vil ekki bara fá okkur að nörda. Nei, einmitt. Ég vil átt að fjölbreytt. Já, akkurat. Og þá já, einmitt, og síðan, þú veist, einhverjir einstaklingar sem að, þú veist, er að pæla í einhverju allt öðru en maður er sjálfur að pæla. Ég held til dæmis að sé ekkert rosalega gaman að fara mér í bíó. Akkur ekki. Að því að, þú veist, maður er að horfa á svo marga þætti, þú veist, maður fer ekki bara sem áhorfandi, maður er að setja allt saman, þú veist, kannski svona, sérstaklega ljósið þess það sem maður er að vinna við þetta, að þá pæli maður, að ég pæli mikið í, þú veist, maður er að pæla í handritinu, maður er að pæla í Bechdel-prófinu, maður er að pæla í, þú veist, hlutfall kynþátta í hlutverkunum, maður er að pæla í kvikmyndutökunni, búningunum, þú veist, er sminkið að tóna við það sem er verið að, þú veist, það er maður að pæla í öllum þáttunum. En af því að þú ert leikona, þá væntanlega sem segir, þú horfur að gláða þessu öðruseldur en hinn almenni borgari. Já, algjörlega. Og þú pælir í öllu bara öllu og make-upinu og bara já, absolutt og og í senunum þú veist einhver sena, einhver löng sena, einhver löng borðsena sérstaklega, að ég veit að það er svo flókið að taka upp borðsenur, þú veist, það eru margir sem að sitja við borð og að því að það er alltaf að taka upp bara þessa mannsku og svo þarf að taka upp þessa mannsku og þessa mannsku og svo þarf að krossa og þú veist, það er ógeðslega flókið að taka upp til dæmis einhverjar borðsennir, þú veist. Sem virkar einfalt. Sem að virkar ógeðslega einfalt og síðan er maður bara að hugsa, vá, hvað það hefur farið langur tími í að taka það upp. Þú veist, þau hafa bara verið kannski nokkra daga að taka það upp. En svo fyndi að þegar maður horfir á bíómyndir, eða þætti, og maður sér eitthvað svona atriði, flestir pæla ekki öllum þessum smáatriðum sem þú tala um. Ég svo viðtal við Tom Hanks og hann var sérst líka í mynd sem heitir Road to Perdition, ég veit ekki hvort þú sást á sín tíma, eitthvað svona mafjósa leigumorðingja. Alveg pottið ekki. Og er það ekki mikið fyrir svona byssudót? Æ, guð mig góður, þú veist, ég var að ræða tönnet eða. Við getum rætt hana eftir. En það er atriði sérst í þeirri mynd, hann sérst svona í myndinni, og hann er að borða, sérst er að borða báður sérst strákurinn og Tom Hanks. Og Tom Hanks tala um að það er að tekna svo marga tökur. Að það er eitthvað svona atrið sem þú ert að borða, þá er fólk ekki alveg að borða eins og borða venjulega. Nei. Og mér finnst það eitthvað svo áhugavert, þannig ég fylgst núna með eftir ég heyrði þetta, hvernig fólk borðar í bíómyndum. Já, einmitt, algjörlega, þú veist að því að, þú veist, núna áttu pottið eftir að taka eftir því hversu mikið leikarnir eru að setja á gaffalinn eða á skeiðina. Já, þú veist, það er alltaf bara svona smá. Lítið. Já, og þú veist, ef að fólk er að fá sér sopa, þó fá sér kannski bara einn sopa, að það er alltaf að fylla aftur á nákvæmlega, þú veist, og það sem maður vantar upp á. Upp á continuity eða? Já, þú veist, það er alltaf að fylla og gera allt nákvæmlega eins og það var. Þess vegna eru það gert svona frekar sparlega svo þurfi ekki að fylla á jafn mikið eða svo þetta verður ekki of augljóst, sko. Er þetta ekki líka bara svo verður ekki alveg sattur? Og plús það. Ef þú taka 20 tökur, skilur við. Já, og þú veist, segjum sér svo að þú ert að háma í köku, kannski, þú veist, og þannig er atrið og þú ert að háma í þið, þá þarf leikur náttúrulega að gera það, skilur, kannski 10 sinnum, skilur, en þetta verður alveg hel. En finnst þér þetta eyðileggja fyrir þér, eða bæta þína upplifun þegar þú horfir á bíómyndir og þetta, að þú veist trikkin? Nei, það eyðileggur kannski ekki, en maður tekur eftir því, þú veist, ég tek rosalega mikið eftir því ef að continuity er ekki syngi. Það er alltaf bara, continuity! Það er töðunar þér? Það fyrir rosalega mikið töðunar mér. En þú veist, ég hegg mjög mikið eftir því, sko. Og þú veist, getur eiginlega bara gleymt í að hugsa um continuity þegar maður er að taka upp í snjó eða, þú veist, og það má ekki vera fótspor í kring, þú veist, það er alltaf að sópa á milli eða, maður er miklu vindi, þú veist, bara að sminka er bara, einmitt, gleymum hárinu, þú veist, það er alltaf bara En þegar þú horfir á bíómynd, hvað er það fyrsta sem þú pælir í? Það fyrsta sem að ég pæli í, held ég bara hvað leikarar er í myndin, held ég eða hvernig þetta er leikið eða hvað það er já, það er svona það fyrsta sem ég tek eftir. Leikarnir? Já, leikarnir eða hvað myndin er, en þú veist, ég les mig aldrei til hvað það er, ég vil láta koma mér óvart, sko. Horfir á trailera? Já. Finnst þér það stundum með þér líka? Nei, alls ekki. Finnst þér það líka?
stundum, en ég bara fíla trailer svo mikið. Já. Mér er svo gaman að horfa á góða trailera. Já. Þá verð ég svo spenntur. Já, einmitt. En hérna fíla ekki trailera sem að, þú veist, ég er bara búin að horfa á myndina. Nei, þeir fara bara gegnum alla söguna á 2 mínútum. Já. Það finnst mér leiðilegt. Bara búin að horfa þess mynd. Já. Ég sakna þess svolítið í gamla daga. Já. Þá var það kannski aðeins meira svona tease. Skilur við. Þú vissir ekkert nákvæmlega hvað myndin var. Einmitt. En fékkst alltaf nóg til þess að vera spenntur. Já, og það er líka góðu trailer. Já. Þú veist. En í dag, mér finnst þess að sé bara svo stressaðar að við séum ekki að fara að fíla myndina. Já. Við skulum bara gefa allt. Já. Og síðan er sko geðvegt atrið hér, sko setja það inn. Og svo líka þessu, og þessu bara... Já, öll money shotin úr myndinni. Já. Það er óþolandi. Já. Óþolandi. En þú fórst í bíó í gær. Er það ekki? Það sást mynd í gær. Já. Hvað myndi það? Ég fór á Wonder Woman að því að ég sá svo skemmtilegt viðtal podcast með ykkur Alex þar sem þið voru að eipa í þessa mynd og ég var bara nú verð ég að horfa hana, ég ætla ekki á hana ég er ekki búin að sjá Wonder Woman 1. Já, Já. Það er svona geggjað. Og ég held ég hef ekki mist af neinu, sko. Ég held að þetta sé, sko, þú getur alveg hort á mynd nummer 2 til þess að vita alveg hvað það er. Já, þú getur það alveg. Og ég hugsaði, sko, áður en ég fór í bíó, bara sitt ég á eftir, verða svolítið bara pirruð. Það gerðist alveg, þú veist, maður bara, það var bara allt af. Þannig þér fannst ekki góð mynd? Mér fannst það skelfileg mynd. Ég er sammála. Það er svo leiðinlegt að því að þú veist, það bara kemur einhver svona kvenn overhitsi mynd og hún er glötuð. En hvað fannst þið glötuð að hana? Það var bara allt. Ég veit þess ekki hvar ég á að byrja og mér sá heitt í hamsi. Ég get það ekki. Ég var alveg bara fór út af myndinu bara. Þú ert eins og Alex. Hann var líka brjálæður. Og það er bara svona, ég stelpur. Þú veist, að því að byrjunar atriði var epískt. Hún er bara að byrja þokkalega, sko. Það var epískt. Já. Bara það er allar í leikunum og allt þetta mæðra veldi og það er bara svona gallharðar að, þú veist, að berjast og skilmast og þetta var geðveikt atriði. Svo var hún bara svona, fór hún bara niður á við. Eftir það. En mér finnst mjög gaman að heyra frá konu. Að þetta er kona sem er allir alveg, ekki? Já. Fjallar kvenkynsofurðin. Sem ég veist, þetta er auðvitað upp á kvenkynsofurðin mín. Já. Ég held það. Ég hef alltaf fíla Wonder Woman. Já. Kvenkyns leikstjóri, hún framleiðir og hún á þátti að skrifa hana. Já. Þannig að mjög gaman að heyra þína hlið. Já. Nú veist þú kona. Já. Og þess vegna spyr ég, hvað fór úrskeiðis? Skilurðu, að því ég er alveg sammála, þú veist, maður vill að svona myndir, að það heppnast, þú veist, að verða ógeðslega flottar. Auðvitað. Bara auðvitað og hún hefur allt í það, en það er bara, þú veist, bara handritið til dæmis og þú veist, búningurinn. Hann er flottar fyrstu myndinni. Ég nefnaði podcastættunum, hann er flott, þú ert ekki búin að sjá fyrst, mér fannst hann flottari. Já, eða það? Já, mér fannst það. Þú veist, það er bara svona... Þetta er svo barnalegt. Þetta er svo barnalegt og þetta er svo einfalt, mér fannst hún rosalega svona úlingamiðuð. Og meiri segja það, þó svo hún hafi verið úlingamiðuð að mínu mati, er að, þú veist, mér fannst það vera svo rangar áherslur, bara ég svo, þú veist, hún, Wonder Woman kynnist nýrri stelpu sem heitir Barbara, og Barbara er ógeðslega klár kona, bara veit allt og bara ógeðslega góð í starfinu sínu, en hún er svona lúði. Og klaufi. Og klaufi, af því hún er klár, hún er svona lúði, þá er hann líka klaufi og það er engin strákur skotin í henni, af því það er það eina sem skiptir máli og hún með gleru og svona krullur og svona skrýtna pilsi og hún svona missir bækurna sínar og bara, eitthvað, getur hann ekki að hjálpa mér og strákurinn bara, þú ert ekki sexy og bara, og Þetta er svo djók. Þetta er bara svo, og hvaða skilabóð þeir eru að senda til stelpna, bara ok, ef þú ert ógeðslega klár og getur þá bara, er þá ekkert í því spunni, eða? Nákvæmlega. Og síðan óskar hún sér, bara hennar heitasta ósk er,
mér langar til þess að vera sexy. Það basically óskinn Það óskinn hennar. Hún fær eina ósk. Hún óskar að hún fá að vera eins og Wonder Woman. Svona sexy, hún segir, kynþokkafull og einstök. Og svo fyndi hún heldur á sem óskasteini. Svo gefur svona, hún inni sko. Hún inn á skrifstofunni sinni og gefur svona vindgustur. Já, þegar óskinn ræti fyrir Já, og gefur svona vindgustur á hára á henni svona. Svona, hvað kemur þessi vindur allavega, og síðan rætist óskinn hennar og hún eitthvað svona vaknar á skrifstofunni að því hún er svo klár, hún svaf á skrifstofunni sinni og hún vaknar og hún bara, best að fara úr þessu pilsi og í svona síðan ból innundir sem hún tósar aðeins niður og þá svona síður hún vaxtarlagi sitt aðeins meira og svona grúskra þess í hárinu sinu og þá hún gett sexy svo lappar hún út á skrifstofunni og allir kallarnir eru bara wow, hvað þú ert sæt þú veist, þetta bara svona þú veist, ok, þannig að leið þú ferð að breyta útlitinu þínu þá ferð að hafa eitthvað vægi þú veist, sem hvern maður, þú veist, það er bara svona dæmi það er skilabúðin og svo bara leið hún tekur af sig gleru en þá hún gett sæt og þetta er svo ógeðslega glata kvikmyndaminni þú veist og þú ert reiðar en ég já, þú veist maður bara búff, alveg bara ég geti þetta ekki sko og síðan þegar ég alveg í lokin þá breytist hún í kött já, ég veit ekki alveg af hverju nei. Og hún fikk alltaf 2 óskir já og ég veit ekki alveg af hverju já, og það er það sem ég segi, þú veist, hún fylgir ekki reglunum, þú veist, maður hættir að þú veist, reglurnar í þessum heimi hætti að make a sense já, þú sem áhorfandi skilja það ekki já, ég verð að skilja reglurnar svo ég sé með, bara þú veist, en hún var ekki búin að óska sér að þetta passar ekki við þetta og þú veist, þá fer allur hausinn þanga sko, en ég bara skil ekki að því hún fær ofurkrafta líka og getur verið svona eins og Wonder Woman en ég skil ekki af hverju hún breytist í þennan hlébarða kött Nei, mér varst hún ekki græða á því Nei, en hvað? Hún var sterk Já, hún var sterk, en af hverju er hún breytist í kött? Þetta er svo heimsk mynd Ég skil þetta ekki Þú veist, var það því hún elskaði ketti? Eða hvað var þetta? Hún bara breytist í kött í lokin maður bara, hvað er samhengi, ég skildi ekki Nei. En algjörlega svona en líka bara svona En við munum spoila myndinni fyrir það sem er að horfa þessi ný mynd spoiler alert En allt þú segja basically í trailinum það er alveg sem langar að ræða við þig sem gerist þessar mynd, þannig ég vil bara segja fólki strax það er spoiler, ok, halda áfram að ranta það er gaman að hlusta þig Já, og svo ég er bara eitthvað svona mörgum árum seinna en þá bömmuri yfir sem Steve Já, Wonder Woman. Ég þoldi ekki. 70 árum seinna. Já, maður bara gæla. Þú ert Wonder Woman. Þú getur allt. Skilur, þú ert bara... Þú ert bara Superman. Þú ert bara fucking Superman. Og þú ert einhvern bömmur yfir einhvern gæja sem að þú ert ekki lengur með. Þú ert skilur 70 ár liðin. Get over it. Og ímynda líka hvað hún er búin að upplifa síðastliðin 70 ár. Já. Skilur hún er ennþá eitthvað að gráti yfir einhvern gæjas ég gat ekki, þeir voru að tróðunum í þessu mynd hvað hafði hann að gera? Já, ekki neitt, hann bætti engu við engu? Og og þú veist bara hversu mörg stríð er hún búin að berjast í síðan þá og sjá fólk deyja, hversu margar hún búin að drepa á leiðin, þú veist það er bara hún búin að upplifa svo ógeðslega margt Nákvæmlega Þannig er bara ég sakna hans ég veldi þessu fyrir mér sem ég var að tala um Alex bara, fyrir hvern er þessi mynd? Einmitt af því að þú veist, þegar maður pælir aftur í því er þetta fyrir yngri kynslóðina en hvaða skilaboð er það til yngri? Að þú veist að strákurinn sem út skotin í er ennþá bara aðalmálið, eða þú veist, ég veit það ekki þú getur ekki að hamingjusöm nema og eigið kærasta Einmitt mér fannst það pínu lúka þannig já, það bara þú veist, til þess að vera fullkomlega hamingjusamur þarftu eiga geggjaðan kærasta og kærastan hennar var líka bara svona hálf dúfus hann gerir ekkert í svona mynd hann er bara eitthvað svona algjör þoka hún bara, ég elska þig mér finnst það rosalega sérstætt að horfa á þessu mynd já. Sérstaklega þegar Patty Jenkins var búin að gera fyrstu já
Þetta reyndu leikstjóri. Og þú veist, þetta kvenmaður, skilur, hún ætti að vita hvað skiptir máli, þú veist, ég vissi ekki hún var að framleiða myndina, þannig ég hugsaði, þú veist, ok, þannig að hún hefur kannski átt í einhverjum erfiðleikum að díla við þá sem er að framleiða myndina, þú veist, að því að þeir eru náttúrulega að setja peningin í þetta og framleiðendurinn er svona að ráða svolítið hvað er að fara að gerast og hvernig skoti vilja og svona, já, ég veit ekki, það var rosalega skrítin fókus, en líka sko, ég hjó eftir skotnir hennar, það var svona hæll. Já, hjá Wonder Woman. Já, hjá Wonder Woman. Já, svona hæla einhverjum skór. Já, þetta er svona, þú veist, það er svona plattform, svona, þetta er ekki flatbotnaskór. Nei. Það er óslega praktíst fyrir Wonder Woman. Ég myndi ekki alveg að berjast í þessu. Nei, hún er svona... en eitt með saman til Pat Jenkins, af því hún er framleiðandi. Já. Og ég las aðeins viðtal við hana eftir þessi mynd kom út. Og hún virðist alveg að hafa power samt, sko. Já. Af því það var hún sem ákvað að halda inni, það er henni 2 byrjunadrið í þessari mynd. Það fyrsta atriði á eginni og svo í mólinu. Og Warner Bros. Vildi klippa annarkvort atrið út, upp á pacing að gera. Ég er sammálaður, sko. Já. En hún vildi hafa bæði atriðin og hún fekk það. Já. Þannig hún hlýtur að hafa eitthvað svolítið power. Já, algjörlega. Og þú veist, ég veit ekki hvort hún hafi verið, sko, að hafa þetta svona, kannski voru hann að fylgja einhverju gömlu handriti, ég veit það ekki, en mér fannst bara vera svo skrítin fókus á þessu skilabóð sem að vera ekki út, sko. Sérstaklega í dag? Í dag, sko, og og búningurinn hennar. Það er að því þú veist, það er ekkert nýtt af nálinni að búa til nýjan búninga, hanna nýjan búning. Þú veist, Batman hefur oft fengið nýjan búning, alveg búið nýtt. Og ég svona hugsa að þetta er rosalega ópraktiskur búningur. Já, hann er það? Já. Fyrir overhitju? Fyrir overhitju. Og ég veit ekki, þú veist, ef hann hefði verið einhver svona galla, þú veist, og gallinu var svona skjöld og hún getur bara svona en hún er í svona litlu pilsi og svona korsaletti. Já. Sem kannski þótti töff fyrir 50 ára síðan. Já. Það er svona að segja, þú veist, Batman hefur oft fengið nýjan galla, þú veist, ég var alveg til í að sjá nýja Wonder Woman galla, sko. Mér finnst þess að ég hef séð í, af því ég leist teiknumyndasögur, mér finnst þess að ég hef séð hann í einhver svona einmitt nýrri búningum og svo. En svo fekk hún nýjan búning. Já, og það var svona, já, þessi geggjaður. Fekk brynju og útlitslega fannst þetta mjög töff. Já. En ég samt fattaði ekki pointið með þessu. Hún er fucking Wonder Woman. Já, einmitt. Okkur þurfti hún einhverja brynju? Af því að þessi brynja var brynjan sem að, Afrodita, hvað sem ég heitir, notaði til þess, og þessi brynja var búin til úr öllum skjöldum heimsins eða eitthvað, til þess að verjast til þess að berjast í stríðinu og þetta átti að vera bara sterkastu skjöldur í heimi. Þannig hún fer í þennan búning í lokin og síðan hún fer að berjast í kísuna. Þetta er alveg kísa. Já. Þá er hann að nota vængina, þú veist, svona til þess að verja sig, en þá byrjar að hrynja úr búningnum, bara eins og þetta sé algjör drast. Og það er alveg algjör þversögn, en það var svona, það var gert alveg þvílíkt atrið úr þessum búning, þetta er bara svona sterkasta brynja í heimi og ekkert kemst í gegn, og svona ég bara, svona fyðrar þetta allt í sundir í lokatriðinu. Já, hún bara hann að Cheetah konan, hún tæti þetta bara í sig. Já, og ekkert mál, sko. Þetta er svo fálum minn. Þetta er það, sko, og líka, sko, að þú vorum að tala make-up, og maður fylgist með, ég fylgist með hvernig svona make-upið tónar við allt saman. Já. Þú veist, eins og hennar make-up og make-upið hjá Cheetahni, þú veist, það var rosalega svona 2020 make-up. Það var ekki svona 80s, þú veist. Já, þið fannst ekki passa við tíman. Nei, já. Þú veist, það ekki passa við tíman. Ég hef náttúrulega kannski bara ekki mikið í því, en góða punktur. Já. Þið fannst það bara ekki passa? Mér fannst það ekki passa. Nei. En hvernig fannst þú leikinn sem mynd? Mér fannst hvað heitir hún aftur sem að leikur Cheetahna? Kristen Wiig. Já, hún er náttúrulega bara legend. Ég fíla hana. Ég fíla hana, rosalega vel. Og mér fannst hún allt í lagi, sko, en það voru alveg atriðana sem að mér varst ekki vel gerð. Ekki vel leikinu? Hjá henni þess að, persónulega? Sko, ég hefði þá gort að, sko, ég er að tala kannski eitt atrið, svona sérstaklega, það er þarna það er svo glötum mynd.
En það er gaman að, ég hugsa mér, ef að Marja fílar sem mynd, þá er ég mjög spennt að spyrja hana hvað hún fílaði við hana. Já. En við erum greinlega sammála. Já, við erum rosa sammála. Hún þannig að svo þegar hún fer að takast á við vondagæjan og hann alveg í lokin og hann þannig að þú veist alveg þvílíkur hái einhver svona hvirfilbyljur í kringum og hann bara öskrandi þvílík læti og hún í horninu og að horfa á hann og að fara með einhver ræðu, svona ógeðslega dramatíska ræðu og Wonder Woman og hún talar svona, hún að fara með þessa ræðu svona á þessu stigi og það ógeðslega mikil hávaði en hann heyrir samt í henni maður svona, hvernig heyrir í henni það svo ógeðslega mikil læti og hún bara hér og að tala and you must believe in yourself eitthvað svona og síðan svona close up á andlitan á henni þar sem hún ágreinilega að vera grátandi en ég bara svona þetta CGI, right? Meina þá tárin sjálf? Tárin sem að renna af því þú veist það bara rosalega augljós hvenær gráta, leikarar að gráta eða ekki, þú veist það eru vöðvar sem að maður hefur ekki stjórna nema maður bara actually að gráta þú veist það herpist og þú veist augun verða rauð og ennið svona byrja að titra og svona en síðan bara svona sett svona tár sem að svona leka sem að ekki í neinu samhengi við andlita henni því hún svona alveg slök ógeðslega falleg og að fara með þessa ræði og svo bara Shit, veistu það, þú rætti hann að hljóma mér þess að bara, nú ég að hugsa meir með þessa mynd þetta svo slæm mynd Já. Ég þoli ekki svona mynd ég var svo pirrað Já, hún bara leysti mál með því að spjalla eins við gæjan og gæjan bara slapp og var bara besti pabbi í heimi eftir það hann var ekki handtekinn, hann var ekki drepinn Nei, ég skildi ekki alveg enda og svo segir, reglunar vist þannig að þú voru að afþakka úskinniðina eða bara skilinni í rauninni Já. En hvað með fólki sem vill ekki skila óskum? Það var allir í heiminu sem virtist á óskarsreikus Já, skiluðu það bara allir óskinnsni Nei, en hvað með þá sem gera það ekki? Já Þetta er svo stúpid Já, þú veist, það er bara þetta var ekki mín mynd, sko Nei. Og líka, sko þegar maður að hugsa Bechtel-prófið og Bechtel-prófið var fundið upp árið 1980 af konu sem heitir Alice sem svona teiknimynda teiknari og hennar reglur voru þannig að það þurfa að vera að minnstakosti 2 konur í myndinni og þær verða að tala eitthvað annað heldur en kallmenn sem að þær mega ekki tala kallmenn í myndinni þú veist og það Bechtel-prófið og þetta svona viðmið, bara svona ef að mynd góð á svona feminísku samhengi, þú veist, þá verður þessi mynd að standa Bechtel-prófið, þú veist, þetta svona einu reglunar, bara 2 konur í myndinni og ekki tala kallmenn og þarna sitja þær Barbara og Wonder Woman og að tala kallmenn og Barbara bara, hefur þú verið ástfangin? Wonder Woman hefur bara, já en samt, þú veist, fyrir lengur síðan eitthvað og Barbara bara ég vildi að ég var vinsæl ég finnst að ég var sem með opin munn þegar horfa á þetta, ég bara, það að djóka? Þú veist, þetta voru svo 2 úlingar þú veist, ég hátíðisli einhver staðar þetta er bara svo sorglegt Ég líka að gera svo mikla kröfur að þetta er Wonder Woman Já hún sko, eins og ég segi, þegar ég leist heimsögnar þá hún bara hliðin á Batman og Superman og öllum sem stóru overtjum að mér er svo leiðilegt að þetta sem gerði með hennar karakter Já, þú veist, erum við ekki komin lengra? Hvað með allar umræðurnar sem hafa verið í gangi? En heldur þú ekki, að ég meina kenningu ef að Kall hefði gert þessa mynd hefði hann ekki fengið svolítið skít yfir sig? Hann hefði örugglega gert það þú veist, ef hún hefði verið bara nákvæmlega eins, þá hefði hann fengið skít Ég held það sko og hún kannski að fá einhvern skít líka en þú veist, þetta er bara svona ég var fyrir svo miklum vonbrigðum þú veist, sérstaklega að því hún gerð og skrið og framleitt af konu þú veist sem kann að leikstjóra, skilur og getur þetta alveg og góður leikstjóra og maður bara svona pældi hún aldrei í þessum hlutum ég veit það ekki Nei, og svo líka því þú sást ekki fyrstu myndina þetta er sami leikstjóri fyrsta myndin, hún var ekki svona mér varst hún meira töff og ég var bara, já, Wonder Woman
flott karakter. Þannig að maður bara, hvað gerðist? Þú veist, það hlýtur að vera eitthvað hana á leiðinni þar sem maður bara, nei, við verðum að hafa þetta svona, eða eitthvað. Nei, ég veit ekki. Og hvernig datt ég með huga að nota eitthvað óskastein sem eitthvað svona þengi mynd, ég bara, hvað barna sjónvastátt að sögurþráður þetta? Já. Og af hverju var strákurinn þennan sonur vondukallsins alltaf bara svona á skrifstofunni? Hann veistu þanga. Já, hann var eitthvað alltaf í vinnunni á pappa sínu. Þú veist svona 7 ára gamall strákur bara. En ertu hrifin af svona myndum yfir höfuð? Overage-myndum? Nei. Ég horfi ekki mikið á þær, sko. Nei. Ég hef ekki séð. Ég sá Jokerinn, hún var brilljant, en ég fer ekki á overheitumyndir oft, eða ég fer ekki ofta. Þú ert ekki í þessu Marvel-dóti, Iron Man og Avengers og Thor og... Nei, en mér finnst það svona ekki cool, skilur, en ég horfa ekki mikið á. Þetta virðist vera svolítið í dag, eins og með bíómyndir, þetta orðið svolítið mikið overage-dæmi. Ég fíl overage, en ég vil ekki bara fá þannig. Í bíó, skilur. Einmitt. Það er svona verður að fara í bíóparadís. Já, ég er bara málega, bíóparadís er náttúrulega gamli regnbóin. Já. Og ég man alveg eftir gamla regnbóin. Ég man ekki eftir regnbóin. Nei, ok. Það fer svo í töðanum, það er svona súla inn í salitt. Já. Inn í salnum, ég veit, það fer bara, hvað er þessi súla að gera þetta? Veistu hvað það? Já. En var eitthvað áður en regnbóin kom? Ég meina hvort þetta húsnæði verið hugsað fyrir eitthvað annað en bíó. Já. Ég þekki það ekki, það getur vel verið, sko. Já. Það getur vel verið. Einmitt. Ég fer yfirleitt alltaf bara í bíóparadís. Hvað fílar við bíóparadís? Það eru myndirnar sem eru sýndar hana. Þú veist, þetta er ekki svona mainstream myndir, þetta eru svona meira indie og yfirleitt alltaf ógeðslega velgerðar myndir sem að fara þangað og líka bara stemningin. Þú veist. Ekki hlé? Það er ekki hlé. Og ég og vinkonum mín við erum svo miklu nördar, sko, svona bíónördar, við förum alltaf þangað og síðan sitjum við frammi, þú veist, það er svona lounge og ræðum myndina. Eftir myndina? Það er þetta geggja. Já, við erum alveg svona að kryfja hana og bara, þú veist, og fara yfir all atriðin, sko. Já, þannig að það, já, ég fíla það, sko. Þú veist, bara stemningin og síðan er maður alltaf að hitta saman fólki, svolítið. Já, sömu nördarnir sem fara. Sömu nördarnir sem er að fara. Og það eru margir vinn mínir sem eru í svona mínum vinuhópi sem að fara á hanga líka og þú veist, maður er alltaf hitt að þau í leiðinni og það er bara svona stemningin, sko. Ég er mér svo fyndin, ég væli yfir eitthvað, okkur kemur ekki hvað annað en overture, svo fer ég sjálfur ekki í bíóparadís. Já. Þeir sína oft eins og dramamyndir, eins og kannski svona indie-myndir og ég nýt þeirra betur heima. Og það? Já, það er eitthvað við þegar ég er að horfa gott drama ég þarf ekkert stórt tjald, ég þarf ekki einhvern veginn, það er oft svona lágstemdari myndir. Já. En ég það kannski að fara að gefa þessu meiri séns. Já. Eða það er líka bara svona gaman svona, að gera svona kvöld úr þessu. Já. Þú veist, að ég og vinkonum mín gerum það, svona, við gerum svona kvöld úr þessu, þú veist, kannski fyrir að fáum okkur að borða og síðan fyrir við bíó og síðan ræðum við myndina eða eitthvað svona. Ertu svo meira þar, eins og segir, þú fílar ekki sem er svona indie, bíóparadís, heldur en þetta mainstream og verður dót og... Já, ég er bara, þú veist, ég er með svo mikið ónæmi fyrir því. Og bara út af þessum atriðum, þú veist, af því að ég er svo mikið að pæla í, þú veist, Bechdel-prófinu og og í kynþóttal hlutföllunum og öllu því, þú veist, þannig að, og mér finnst svona indie múfur standa sem miklu betur í því, sko, og þá er svona næja að njóta eins meira. En þú pælsast mikið í því upp á hlutfallið, þú veist. Algjörlega. Já, þú pælar mikið í því. Finnst þér margir í kringu að vera að gera það? Eins og svona vini og sem fara meir í bíó og... Þetta er rosalega góð spurning og þú veist, kannski líka pæli ég svona mikið í því að því að ég er blönduð, þú veist, mamma mín er tælensku, pabbi er íslenskur og og ég er leikona og er að fást við þetta og og það er bara svona ósælar sérmaður, sko, þú veist, þeir sem eru litar eru alltaf látnir leika glæpamennina eða
þernuna eða svona sidekick eða reiðu vændiskonuna eða þú veist, það er alltaf þetta það er svona stereotypur sko, það er alltaf þannig og það var líka þannig í Wonder Woman. Ef þú ert með gleru, þá ertu klaufi. Já, ég bara svona get það ekki, sko. Þannig að þú veist, maður sér þetta ótrúlega mikið í mainstreaminu og og það er svo gott að horfa á eitthvað svona sem maður getur haft einhverja fyrirmyndir, þú veist, og sjá þetta aðeins í öðru samhengi, þú veist. Þannig að mér finnst vera meiri gróska þar, eins og í Netflix þá eru þau komin með, þá er að innleiða nýja stefnu þar sem þau eru með svona kynþáttakvóta, þú veist, þannig að það mega ekki bara vera hvítir leikarar. Af hverju? Af því að fólk er alls konar. Einmitt. Og þannig að það er svona, og það er svo sorglegt að hugsa til þess að þurfti að koma svona kvóti svo að leikstjórar og framleiðendur myndi fylgja því, bara þú veist, ok, við getum ekki bara við erum með hvíta leikara, þú veist, þannig að gróskan er orðin miklu meiri. En það er kannski svona hluti sem þú varst kannski ekki búin að pæla í. Nei, það er bara, eitt af því sem ég er svo gaf þetta podcast, ég hitti alls konar fólk og hún til dæmis kom til mín, hún Erna, sem Ernuland, hún var að tala til dæmis Disneymyndir. Já. Hvernig þær hefði verið og hvernig þær eru ofta, það er bara eitthvað svona prinsessa, það er að bjarginni og eitthvað svona, bara skilabóðum sem voru að gefa, sem þau eru að senda þessa myndir. Ég hef aldrei pælt í þessu. Ég er bara ungur strákur og ég seti bara, og allt þetta. Mér er svo gana að heyra eitthvað svona. Já. Af því að mínar fyrirmyndir, kannski innan gæsalappa, ég sá svo mikið af einmitt hvítum köllum. Einmitt. Og þá eðlilega myndi maður ekki pæla í því. Nei, nákvæmlega. Skilurðu, þú veist, og eðlilega hefur ekki þú veist, pælt í því að í öllum kynlífsatriðum þá eru allar skotnar út frá sjónarhorni kalla, skilurðu. Eða þú veist, eða hvernig suma sinnur eru skotnar í samhengi við, þú veist, þegar konan er á staðnum eða svona þessi auka skota á einhverjum rössum, skilurðu, þú veist, það er alveg óþarfi, skilurðu, en eðlilega hefur ekki pælt í því, en núna getur þú pælt í því, þú horfa myndir, þá svona getur þú kannski skoða bara, ok, hér er leikari, hvaða hlutverk er hann að leika? Er hann dópdílerinn eða en glæpamaðurinn, þú veist, það er rosalega leiðum að fara að pæla í því, þá bara, já, ok, þannig að allir þeir sem eru litaðir eru, þú veist, hryðjuverkamenn eða dópsalar eða þú veist, eru öll þessi sidekick hlutverk, skilurðu? Bara leiðum að fyrir að pæli þá verður það svo skýrt og það er einhvern veginn ekki hægt að horfa framhjá því. Nei, en svo fyndi að því ég ólst upp við alls konar leikara samt. Jú, kannski mest á þetta hvíta leikara, en líka marga svarta. Þess að Washington finnst mér bara, það er eitthvað minnum upp á leikurum. Og ég man ekki eftir því, þegar ég var yngri og var að sjá myndi með honum, að hann leikur ofta eitthvað svona töffara á kúlgæja. Ég man aldrei eftir að hugsa eitthvað svona, já, hann er svartur maður, skilur. Mér fannst það bara cool. Já. Og þegar Wesley Snipes kom sem Blade, Wesley Snipes alltaf svo geggja svalur, þannig að það leika oft hetjuna. Ég hef svo lítið pælt í, þetta er svo fyndið, að ég pæli bara ekkert í útliti á fólki. Mér er alveg sama. Ég vil bara góða leikara. En það er svo gaman að heyra eins og fyrir þér, að þetta er búið að breyta staðins, sem betur fer, að ég vil allir fá rétt á sem tækifærum, sem kannski hefur ekki verið. Einmitt, þetta er svo Viola Davis sagði í þakkaræðinu sinni, hann sagði þú getur ekki unnið hlutverk, þú getur ekki unnið Óskarinn fyrir hlutverk sem þú færði ekki. Þá Nei, einmitt. You can't win an Emmy for role that are simply not there. Og þá er hann að tala að þú náttúrulega litaða leikari get ekki unnið hlutverkin eða unnið einhver verðlaun ef að þið fá ekki tækifæri til þess einsinni, þú veist, þetta er bara þú veist, það er þetta glerþak þarna, en þetta er að breytast, en mér finnst þetta að hafa breyst rosalega mikið, sko. Þetta ég held að sé að gera það. Já, algjörlega. Maður er eins og segir, maður er kannski fá aðeins svona fjölbreyttara og þeir eru farin að taka núna sjensa, veist ekki, mér finnst þetta ekki vera sjensar, en eins og svo að gera ofurðsmynd þar sem konur er aldrei ekki. Já. Þú veist, persónulega, þá
ég alveg til í þetta. Já. Ég bara góða mynd Já. og cool karakter. Já. Skilurðu? Eins og kallarnir eða það eru bara, nei! Ég vil ekki, þú veist, Já. það er ekki máli. Það er svo mikil miskilningur. Já. Og ég veit ekki hvað það er, þú veist, kannski er fólk bara ekki að treysta því að kallar eru alveg jafn tilbúinni til að sjá hvern ofurhetjur, skilurðu, þú veist, en það er líka bara efnið í það, skilurðu. Já, og eins með Wonder Woman framhaldsmyndina, mér finnst þessi bara ligguð að vera, að ég þol ekki þegar konur eru settar sem svona, það eru svo mikil fórnalömb, eða það eru svo miklir aumingjar, það þarf alltaf eins og í Wonder Woman, hún gat ekki stað á eigin fótun um að Steve var með henni. Einmitt. Veist, ég þekki ekki svona konur. Nei, einmitt. Skilurðu? Og okkur er það að horfa á þetta í bíómynd. Einmitt. Þetta fyrir töðunar mér. Já, og þetta viðheldur þessari hugsun bara, þú veist, að þessari staðalímynd að konur geti ekki gert neitt nema að sé kall þannig líka. Skilurðu mig? Þetta er bara svo magnað, því maður fyrir líka að pæla, því þú tala um þetta svo mikið í mainstreaminu. Er það í rauninni bara, þeir sem ráða? Er það bara allt gamlir, gráharðir, hvítir kallar, er það í alveg nefn þannig? Ég held að ekki, sko. Right. Maður vill náttúrulega að þetta sé ekki þannig, sko, en síðan veit maður ekki. Ég held til dæmis að sá sem er yfir Warner Bros. Núna, Já. Ég held að hann sé af einhverjum asískum uppruna. Einmitt. Hann er Walter Hamada. Já. Það er alveg stór power player í Hollywood. Einmitt. Og maður er eitthvað svona, við erum allan að vera rétt átt. Já. Vonandi. Einmitt. Já. Og sér líka veldur þetta alltaf peningum. Það er alltaf spurningin í lok dagsins, hvað er sem myndi að fara að selja mikið? Eðlilega, þetta er business. Ég er svona skil það alveg. En af hverju selur eitthvað minna ef það er svartur maður eða svart koni aldrei ekki eða ég skildi ekki. Nei. Að þetta skiptir mig, ég pæli ekki í þessu, skilur á þennan hátt bara eitthvað, nei, það verða bara að vera hvíti kallmenn. Já. Ég vil það ekkert. Það er ekkert gaman. Nei. Ef þetta er alltaf eins. Einmitt. Þess vegna einmitt finnst mér vera mjög gott hjá Netflix að þeir komið policy og þetta er bara regla að hafa fjölbreytileika í hópnum. Já, ég vona samt einhvern veginn, mér finnst þetta vera svona stundum háll ís. Að því ég vil að koma svona gott jafnvægi á þetta. Að því ég vil heldur ekki, ég bara vera þröngva til þess að þröngva. Já, að gera þetta á þessum forsendum, skilur, að gera þetta bara að því að þetta er regla. Já, já. Skilur, ég er bara einhvern veginn, og það er alltaf óskikið á mér, ég vil bara allir hugsi að útlið skiptir ekki máli. Já. En það hugsa alltaf allir þannig. Já. Því meður. Algjörlega. En þetta er svona, meira kannski svona eins og ámenning, hei, myndi líka tjekka á þessum hóp, þú veist, að fá þau líka í pröfu. Og fá þennan líka í pröfu, að því að þú veist, þau eru ekkert ráðið inn að því að þau eru að þessum kynþætti, heldur bara svona gleymist rosalega oft að vill svo þannig til að það eru oftar en ekki bara hvítir fengnir inn í pröfuna, skilur þú veist, það er bara svona ámenningar að við sko líka prófa svona og svona og svona og svona og svona. En liggur það ábyrgðin ekki hjá castingdirektor að einhverju leyti? Jú, absolutt. Að því að þau, eins og í þeim hlutverkum, þar er ég nokkuð vissum, ég ætla ekki að segja kannski mikið af konum, en það er alveg nokkrir frægir castingdirektor sem eru konur. Já. Til dæmis. Þú veist, liggur þetta ekki svolítið á þeim þá að kallinn þessa mannesku sem er ekki hvít, konu eins og, eða skilur? Já, jú, algjörlega. Castingdirektor að hafa alveg fullt vald þarna. Þú veist, hvernig leikara þau ætla að fá til sín. Eins og ég skilda, sérstaklega kannski í minnihlutverkum. Skilur, þú veist kannski með James Cameron, hann vil fá Tom Cruise til þess að leika alveg og það er kannski þetta að breyta því, skilur. En kannski svona minnihlutverkum, eins og þú segir, er alltaf, þar svartur maður alltaf að leika vondakallinn, skilur. En það lítur að detta svolítið á castingdirektors. Já, absolutt. Er það ekki? Jú. Ég meina, er það ekki rétt skilja á mér? Það er vinna þeirra. Jú, þau eru í vinnu við það að ráða fólk í þessu hlutverk og þau velja. En svo sem fyndi að ég hef aðeins lært handritagerð og það sem mér var kennt bara eiginlega strax og það er að þegar þú skrifar hlutverk þá átt ekki að taka fram að hann sé svartur eða hvítur. Og þegar ég lærði þetta mér finnst það með eitthvað sem ekki sens og ég fór svona að hugsa ef þetta er búin að regla lengi af hverju er það bara að ráða inn þessa kynþætti í þessu hlutverk? Það sé skil ekki. Akkurat, af því þú veist að stendur hvergi handritinu þú veist
svartur glæpamaður. já, svartur afgreiðslumaður lappar inn í búð, eða þú veist, eitthvað svona þú veist, það stendur aldrei, eða þannig að ég veit ekki hvað það liggur. Bara hvað er svarið? Já, einmitt. En ég heldur sko bara meðvitundin, þú veist, og umræðan, það hjálpar okkur í að muna bara, herra, manstu, við skulum ekki fara í klísjuna, þú veist. Nei, þess vegna kannski var það fyrir vonbrigðum, með vondóman. Já. Því mér finnst þess að það verður að tala niður tíminn, sko. Mér finnst það. Ég er ekki hálfviti. Ekki gera heimska mynd. Og ég veit alveg að þú er sett með gleru, það þýðir ekki sveit klaufi. Já, og þú ert ekki sexy, eða þú veist, þú ert sexy þó úr sért með gleru. Já, og þó sért klár. Já, og úr klár. Þetta er svo brengla. 2020, skilur við. Já. En þetta er, ég vil meina það, þetta er að fara rétt átt. Já, þróunin, eitt skrif einu. Þetta er búin að sjá hérna Drökk. Með Mads? Já. Nei, ég ekki með sjá hana. Ég sá hana í vikunni, hún er rosa góð. En það er þess mynd, það er drammynd, ekki? Já. Ég held ég þarf að njóta henni betur heima, þar sem ekki er einhver eitt að poppa hliðina mér og skilur þau. Já. En mér langar að sjá hana. Já, hún er svolítið lengt, hvað spyrir, mann ekki hvað lengt, en mér leiði að hún er rosalega góð, og hún er svolítið samt löng. Er hún oflöng? Nei, hún er ekki oflöng. En hún pínu svona, þú veist, já, hún er svolítið löng, myndi ég segja, en hún er ótrúlega góð. Hann er náttúrulega snillíkur. Mér finnst hann æðislu leikari. En nú er þú unnið með honum. Hvernig var það? Ég hef líka unnið með Tómas Bó. Nei, þú er ekki mann sem myndina? Nei. Ég var búin að gleyma því. Tómas Bó, er hann... Sem leikur líka í Jaktin. Já, hann leikur líka í Drökk. En En þú varst með Mads? Já, ég var með honum. Hvernig var það? Allir búin að spyrja út í það. Já. Þú bara svona, ég næði ekki tala það. Bara fínt. Hvað með mig? Hann alltaf komin á þann pall, skilur hann er orðin stórstjarna. Já, hann er, þú veist, ótrúlega gott að vinna með hann. Mjög gott að vinna með hann, og hann er bara, þú veist, eins danskur og að gerist, sko. En fer það í töðunar á þér? Það er mér áhugavert. Að hvað? Fer það í töðunar á þér? Þegar var að spyrja, þú veist, hvernig var að vinna með honum? Nei, en ég skilði það alveg, komið góður. Það er bara, þú veist, hann er bara svona, þú veist, hann er svo stór. Hann er svo ógeðslega stór. Og ég hef spurt það í sama ef þú hefur verið að vinna með Julia Roberts. Einmitt. Skilur þau? En ég skil alveg fólk sem spyrja, auðvitað, þú veist, mjög gott að vinna með honum. Við vorum að vinna undir rosalega surrealískum aðstæðum. Þú veist, þannig að við vorum ekki að vinna bara í einhverju svona stúdíói inni þar sem að okkur var bara hlýtt og okkur leið vel, þú veist, við vorum bara úti alltaf, ógeðslega kalt, alltaf og og þá verður maður, þú veist, þá er svo stutt í alla þræði hjá manni, sko, en svona, þannig að þú veist, og við höndluðum það rosa vel. Þið bæði? Já. Og þú veist, það var rosa gott traust, þú veist, að því að bara ég veit ekki bara þú veist, það hefði geta sprungið upp eða þú veist, við hefðum líka geta verið bara, þú veist, ógeðslega pirruð á hvort öðru að því það er svo kalt og það er allt ömulegt og við erum alltaf blöyt og þú veist, það hefði manni geta tekið þennan á það, að þetta var allt bara jæja. En það er eitthvað sem maður líka að spyrja þig, að því að þessi mynd heitir sérst Arctic, fyrir það sem maður ekki sé hana, og þú leikur hlutverki í henni, þú talar ekki þannig. Nei, rosalega lítið. Þú ert ekki með mikið dialóg. Nei. Þannig ég fór að velta fyrir mér þegar þú fékkst hlutverki í áheyrnarpröfu eða eitthvað skonar. Hvernig gengur það fyrir sig þegar það er svona lítið tala? Já, ég fékk skilaboð á Facebook af því að Íslandi er bara það lítið, sko. Já. Fékk skilaboð á Facebook og ég var spurð hvort að ég var ekki til að koma í pröfu fyrir er að mynd sem voru að skjóta á Íslandi og ég bara, jú, til ég og já, bæði það er Mads Mikkelsen sem er í henni sem er að fara að leika mótið þér og ég bara, ok, nice og ef svo fyndið, sko, ég nokkrum árum áður hafa ég búin að skrifa nafnið hans niður á svona listamannalista sem að mér langar til þess að vinna með. Nei. Jú. Og síðan liðið 5 ár og ég fæ búið þessa pröfu og ég fer í þessu pröfu, ég veist ekkert hvað ég væri að fara að gera, sko.
síðan enda þetta bara á, ég fekk handritið sent bara, og hér handritið. Lastu allt fyrir pröfuna? Já, okay. Já, svona, ok. En ég vissi ekki hvað ég var að gera, sko. Nei, út af hvernig handritið er? Já. Í rauninni, og þín karakter? Já, þannig að þú veist, og þetta var bara spjall við leikstjóruna. Já, þú meina það? Já, og við enduðum á því að spjalla í hálftíma, eða svoleiðis, hálftíma 40 mínútur og handritið, sko, og ég var að tala bara hvernig hvernig ég sæta fyrir mér og hvað var í húfi, hvað þessi karakterar væru fyrir hverju var að berjast fyrir og hvernig ég myndi gera þetta og hvernig væri hægt að gera þetta og svona, eins og ég sá þetta fyrir mér, sko, og þeim leist bara vel á það og þannig díalóg og þau voru að leita að leikkonu á Íslandi með asískan uppruna og ég er eina leikkonu á Íslandi með asískan uppruna og það var góð það er bara Marja, hún græjar þetta þau fyrir nei, en þau voru líka að leita annar staðar, skilur þegar ég var bara fyrst á staðinn og og þeir voru líka að leita annar staðar, það hefði líka bara verið ekkert mál að fara bara til London og finna einhverja þar eða eitthvað, þú veist, það bara en þannig að ég fekk það hlutverk. Þannig í rauninu varst ekki að maður sé svona pröfur á YouTube eða eitthvað svona vídeo af leikurum, það var alltaf, þú veist, það er svo mikil innlifun og fara með eitthvað setningar á myndinu og eitthvað. Ég var bara alltaf verið með hvernig var þetta eiginlega? Já. Þú veist, varstu beðin að liggja bara, þú veist, eða þykjast vera eitthvað. Nei, það var bara mjög mikið spjall handritið. Sem meikar raunni sens. Bara svona að kynnast þér líka og svona, hvað ert þú að hugsa? Já, og bara svona, bara tekka það saman hvort þið fíluðu mig, hvort þið myndu vilja vinna með mér. Bara meira svona bara vibe, sko. Og það var svo næs og þannig var það, sko. En sem það líka eitt, að ég oft velt fyrir mér, að ég er ekki leikari sjálf, ég er ekki í þessum bransa. Já. En að leika, það er bara að vinna, eins og hverjum vinna. En hversu miklu máli skiptir, þú fer í svona áhörnapröfur og að fá okkur hlutverk svona, að vera ekki bara góða leikari, heldur líka bara að gefa þau góðan þokka, vera almennileg manneskja, að einhver vilji vinna með þér. Já. Oh my god, sko, ég myndi, það skiptir alveg gríðarlega miklu máli, sko. Það hlýtur að vera. Þú veist að þú getur verið, góð leikari en svo bara svona tilhugsunin að þurfa að vera með mér og hverjum degi næstu 2 mánuðina er bara, oh my god, ég veit ekki, þú veist þannig að, þú veist, og það er líka, sko, þú vilt bara ekki vera þessi manneskja sem að enginn vill vera með ekki vera fáiði, þú veist, þetta er rosa basic, sko. Já. Og þú veist, maður er aldrei stærri að minni en næsta manneskja hliðan á manni og þetta er eitthvað sem að Mats sagði við mig, þú veist, nobody's bigger than me, nobody's smaller than me. En það er svo gott mentality að vera með. Algjörlega. En þú veist, það er bara, fyrir mér er það bara rosalega basic, bara auðvitað vill maður ekki brenna einhverja brýr og vera dónalegur eða eitthvað þannig, sko. En það hugsaði ekki allir þannig. Right. Sem er skrítið. Já. Mér finnst það rosalega skrítið. Já, algjörlega, sko. Þannig að, já. Þannig að þetta bara var svolítið svona sérstök áhörnapröfa. Ég meina, hefur farið svona áður eða? Er það sem þetta er bara svona spjall? Er þetta ekki oftast eitthvað að fara með, er það kannski rangt hjá mér? Nei. Er þetta ekki oftast eitthvað línur og... Jú, þú veist, það er yfirleitt, er það þannig, þú veist, þú farið pröfu, þú getur mætt á staðin og farið í pröfuna og svo getur líka að tekið self-tape, tekið upp og síðan er líka bara, stundum bara spjall. Það er líka alveg ein nálgun. Það sem að leikstjórinn hittir bara leikaran og er bara að spjalla við, sko. En þegar þú lest handrit, þú væntanlega lesa svona heldumörg, væntanlega fyrir bæði sjónvarp og bíómyndir. Þegar þú fær... Mikið að skrifa líka. En ég sá að þú skrifa ljóð, eða ekki? Ertu líka í að skrifa handrit, eða? Já, ég gaf út ljóðabók 2016 og síðan hef ég skrifað ásamt 2 öðrum stelpum leikverk og útvarpsverk og síðan er ég í handritsteymi fyrir season 2 á þáttaröð sem kemur
sem að fara í tökur örugglega þessu ári. Er það top secret? Já. En þú mátt segja þetta? Já. Ég í handritteimi fyrir þáttaröð. Ok. En eins og með það, því þú ert að fara að skrifa líka sjálf. Er það eitthvað svo að búin að læra eða bara eitthvað svo brennandi áhuga á? Nei, þetta er eitthvað svona sem að ég hefði sko aldrei pælt í það þess og ætlaði mér ekki að gera sko. En hvað gerðist? En svo, já, ég var á 3 árin í listaháskólanum og þar var hann Ragnar Bragason, leikstjóri. Ég var í áfanga hjá honum og hann spottaði að ég gæti skrifa því ég átti að skrifa einhvern mónolog sem að, já, hann svona, já, ok, þú getur, þessi getur skrifað og svona hvatti mig áfram til þess að bara halda áfram að skrifa. Takk ekki. Já, og í kjölfarið á því þá gaf ég út ljóðabókina mína og þessi ljóður bara svona samansafna alls konar ljóður sem ég bara skrifað í einhver tíma og ætlaði mér aldrei að gefa það út og ég var ekki að gefa það út af því að Ragnar var að segja mér að gefa það út, haldi bara svona ákveði bara að gefa það út og það fekk góðar viðtökur og síðan bara hélt ég áfram að skrifa þetta leikverk sem ég setti upp í Þjóðleikhúsinu. Það gekk vel, ég skrifaði það ásamt 2 öðrum stelpum, Andru Vilhjálmsdóttur og Kauru Helgils og síðan héldum við áfram að skrifa útvarpsverk og þú veist, þannig bara vattið upp á sig og þá fór fólk að hlusta á verkið sem að við skrifum eða fóru að sáu sýninguna sem að við skrifum og út frá því líka var sko haft samband við mig til þess að koma í þetta handritateymi sem ég í núna, skilur þú veist bara, já ok, hún getur skrifað fáum hana til þess að vinna í þessu verkefni, þú veist, þannig bara vattið upp á sig og eins og núna, ég veit ekki hvort ég muni aftur skrifa einhvern tímann. En það er ekkert svona í þér eitthvað svona að þú viljið skrifa heila bíómynd? Eða? Nei. En þér finnst það væntanlega gaman að skrifa? Já, mjög gaman að skrifa, sko. Mér finnst, þú veist, að mér finnst rosalega gaman að búa til fólk. Og þú veist, það er eiginlega svona kristallinn í þessu og þú veist og það er það sem að handritaskrif og leikarvinnan gengur út á. Þetta er bara, þú veist, að búa til fólk með öllum sínum litum og göllum. Þú veist, og af hverju er fólk eins og það er, skilur, og mér finnst ótrúlega gaman að pæli og það er rosalega gaman að sitja það niður á blað og hvað þá að, þú veist, blásið að líf síðan setna mér. Það eru töfranir. Ef þú segir, búið til fólk. Ef þú bara með hvíta blaðsíður fram að þig, þú getur gert hvað sem er. Já, og ég er ógeðslega skotin í svona, kannski líka bara ástæðan fyrir ég fyrir svona mikið bíóhardís, er að þú veist, ég er ótrúlega hrifin af, þú veist, þessari pælingu þegar hið mannlega mætir kerfinu. Þú veist, hvenær maður er maður sem manneskja og er mannlegur og hefur sína langanir og þegar það fyrir svona mæta kerfinu. Hvað með dæmi? Bara, þú veist, eins og bara forbúðin ást til dæmis, ef við tökum það sem dæmi. Þú veist kannski hrifin af einhverju, en út af því að þú veist af þessari trú, þú veist þessu kerfi, að þá máttu ekki láta það gerast. Bara hvernig samfélagi getur farið inn á millið Já, og þú veist, þegar ég tala um kerfi það er bara svona samfélagið, bara hvernig svona mannlega tilfinningar mæta samfélaginu. Þú veist svona þessi klassi og hvað fólk gerir. Þú veist, þegar ég sé að fólk þarf að taka ákvarðanir. Þú veist, það er svo flókið og það eru allir litirnir, þú veist, og hvað allar mannskjarnir gera, hvað myndi ég gera, þú veist? Já, það er góð punktur. Mér var að hugsa til einna myndar sem ég horfði á Unnur Eggers kom til mín og hún talaði með hana mynd sem heitir Moonlight. Já. Og ég hafði ekki séð hana. En ég er búin að sjá hana núna, ég horfði hana á henni hitti unni og mér er svolítið merkileg mynd að því að hún er mitt, eins og þú talar um hann, það er kannski, þú ert með kannski svartamanninn og hann er bara dópsali og hann er vondikallar og svona. En þarna fekk maður að sjá henni hennan harða, massaða svartamann, en hann var líka samkynhneigður. Og hann var bara eitthvað svo, hann er með sína langanir, sína drauma, en þarna var eitthvað svona eins og samfélagið, var bara að segja að nei, þú getur ekki verið svona. Já, einmitt, og það er það sem ég er að tala um. Það er mjög áhugavert, sko. Og þú veist, maður þarf að sjá hann ganga í gegnum það. Þú veist, hvað ætlar hann að gera? Hvernig tekst hann á við þetta? En mér finnst þetta svo sorglegt. Já. Skilur. Og það er þessi samanlega taug, sko. Þá fer maður að finna, sko.
Já, nákvæmlega. Ég fann þetta bara þegar ég var að horfa á þessa mynd og hún líka því hún sýnd sko frá svona 3 einhvern veginn köflum í hans lífi þannig bara barn, svona úlingur og svo fullorðinn og sjá í henni bara hvað þessi maður og hvað fullt af fólki að gangi í gegnum skilurðu, eins og með samkynhneigð og svona ég var alveg bara svona ég veit ekki, mér finnst þetta bara svo hver ekki sama, skilurðu okkur má hann ekki vera svona Já, og þetta líka svona þarna verið að spila svolítið á svona þessa eitruðu karlmennsku Já, eitthvað svona stereotypu Já sem mér finnst það líka svo fyndið, það var að tala sko eins og kallmennsku mér finnst alveg kallmannlegt að elska börnin sín að sína tilfinningar, okkur það ekki kallmannlegt Já, þetta svona leifar af eldri kynslóðinu. En þetta ekki? Jú, en þetta ekki deyjút? Jú, ég vona það, en þú veist, aftur bara með umræðinni sem hefur skapast. Já, við vonaðum það besta. Já, algjörlega. En ég ætla að spyrja það saman til handrit. Að þegar þú fær handrit í hendunar og ert að lesa, eitthvað sem að þú skoðar fyrst, eða byrjar bara að blaðsja 1, að ég hef heyrt svona suma, kannski fletta, þú veist, hvað það langt handrit, eða þú átt að leika karakter sem heitir Jónína eða eitthvað, þú kíkir fyrst, flettir í gegnum þú veist, hvað ég með stórt hlutverk eða byrjar bara að lesa Ég byrjar bara að lesa Já, þú ert þannig Það bara þín hefð, þú bara gerir það Já, opna skjalið zooma inn, þannig að litur ekki stórt, þannig að náma svona yfir alla síðan og síðan byrja að lesa að því mér er svo gott að geta verið svona alltaf að skrolla niður leið og ég byrja að lesa sko. Og lesi þetta á tölvuskjá? Já Ok, þú veist ekki að prenta þetta út og eitthvað svona, finnst þetta betur að lesa á blaði? Já, nei, ekki þegar ég bara að lesa handritið og þú veist, að skoða hvort að ég vil taka verkefni að mér eða eitthvað svona, þá bara að lesa á tölvuskjá en síðan, þú veist, þegar maður fer í prufur eða eitthvað, þá verð ég að prenta það út og þá verð ég að strika og krassa og merkja allt, það tekur mér svolítið tíma að læra texta nefnilega þannig að, og það er bara konsept sem ég er búin að gera sem að hjálpa mér rosalega mikið að læra texta, sumir getur bara horft á textan í smá stundur og bara ágæti komi. Ég vildi að ég væri þannig sko, en ég er ekki þar. Ég skil ekki alveg hvernig leikar geta muna kannski eitthvað langt monólóg og ég minnst það alveg magna sko. En þannig að þegar þú lest það, veist þú fyrirfram þú veist, hvaða karakter þú ert mögulega að fara að leika eða hefur stundum ekki hugmynd það? Ertu að tala þú veist, þegar ég búið í pröfu? Bara þú fær handrit í hendunar. Já, þá spyr ég bara, eða þá að stendur bara hérna þú ert að lesa fyrir eða þú ert að leika Önnu eða eitthvað, það er bara ok, Anna þú veist, þá bara finnum maður veit alltaf hvað þú ert að fara að lesa fyrir Líka, þú veist, ef þú fær sent handrit eða eitthvað og þú er kannski, ég veit ekki, að gera self-tape eða eitthvað veistu þá alltaf í rauninni að þú ert að fara Já, þú veist það? Já Ok, ég fór bara að pæla hvort það verið spennandi að lesa eitthvað handrit og er bara svona ég verið til að leika þennan Já, það gerir talið bara tjöðli væri til að vera þessi en ekki þessi Hefur það gert fyrir þig? Já, bara, En síðan sko var ég að horfa á viðtal við hana Oh my god, hvað heitir hún svo leikvandamómin? Gadot Gal Gadot Já, Gal Af því að þú veist, þegar verkar eru svona alveg top secret hún vissi ekki, hún var fyrir pröfu fyrir Wonder Woman Já, á sínum tíma sko hún var bara alltaf í einhverjum pröfum fyrir eitthvað sem hún vissi ekki og hún var að fljúga til LA oft tilbaka og aftur til LA og bara fyrir hvað er þetta? Hún hefði ekki hugmynd það sko og síðan kom ljós og væri Wonder Woman En ef þú fengir séns á einhverju svona einhver svona risa top secret verkefni myndi ekki kveikja svolítið í þér eða eru þeir bara eitthvað svona casual bara, neða, mér finnst ekkert spennandi Já, ég væri rosa casual sko Já, það af því að, þú veist, ég leyfi mér aldrei að vera spennt þú veist, ég nálgast allt bara þetta verkefni og þú veist, maður leggur alveg sko 150% vinnu í hverja pröfu en ég leyfi mér aldrei að sko að verða ógeðslega spennt og vona svo mikið og þrá og bara þú veist og þetta gerist ekki þá bara degi þú veist að það er ekki hollt þú veist ímyndaður og væri alltaf á þessum stað fyrir hvert einasta verkefni og væri bara alveg búin á því sko Þannig að þú ert bara með mjög góða væntingastjórnun Þú ert ekki með neina væntingar Já, því að ég veit alveg ég er ekki með neina væntingar því ég veit alveg það eru alveg líkur á því að ég fá þetta ekki sko en ég legg alltaf alveg ótrúlega mikla vinnu í allt sko En mér er svolítið gana að heyra þið segja þetta svona því að þetta er svo heilbrigt að vera með þetta aðtút gagvart þessu
að því að þú ert leikari, get ég ímyndað mér, þetta er svo mikið samkeppni og þú ert að fara að fá alveg 1.000.000 nei. En þú segir, þú getur ekki alltaf bara geðspennt og svo bara hrynur niður. Já. Þannig að þetta Það er ekki, að því þú veist, þá er maður bara alltaf að brotna. Þú veist, þá bara er bara sjálfstrausti og sjálfsmyndi, þá bara brotnar og þú veist, það er engin botni í, sko. Nei. Að því þú veist, maður verður að hafa fjarlægð og nálgast þetta sem vinnu. Ég legg allt í það, en bara svona, ok, ég fekk þetta ekki og hérna og næsta, þú veist. Og það er bara að þetta er svo mikið lottó og á sama tíma þegar þú tekur ákvörðuna að vera leikari, þá er þetta hinn ósynlegi samningur sem þú skrifar undir. Þú veist, það er bara, þú veist bara, þú ert að fara að fá ógeðslega mörg nei, ætla ég að taka því. Mari Telma tek því að fá 1.000.000 nei, áður en ég fæ 1 já, þú veist. Þú veist, það verður bara að vera tilbúin í það. Það sem finnst mér líka áhugavert þegar leikar að vera vinsalir, þá eru stórir og stundum við kalla það sko overnight success. Það er ekki til. Það er ekki til. Af því að þú veist, af því að fólki líður bara þannig. Þú veist, hérna, manni líður eins og einhver hafi bara allt í einu orðið stjarna. Og það sér náttúrulega ekkert allar pröfurnar sem við fengu ekki og þú veist, og þau finn ekkert fyrir öllum neyjunum og þau veit ekkert hérna á öllum sætgiggunum sem við tók að sér. En síðan er það bara svona, svona eitt verkefni og þá bara svona puff, gerist eitthvað sko. Já, að því að fólk sér ekkert kannski þessi 10 ár. Nei. Sem að þessi leikari þurft að gista á sófa hjá vinnu sínum eitthvað. Já, algjörlega. Þess að segja, búin að fara kannski 1.000.000 ávarnapröfur. Bara alltaf nei. Já. En þetta hlýtur að vera lýjandi og það er með gríðarlega þrautsögu. Já. Að hætti ekki. Já. Gefast ekki upp. Já. Alveg bara, þú þarft að vera ansi segur, sko. Að gefast ekki upp. Og hérna... Er galdurinn kannski svolítið eins og þú ert að lýsa. Það er bara, þú verður bara að passa að við erum ekki með hana væntinga. Já, algjörlega. Af því að þú veist, það verður rosalega lýjandi að þú ætlar alltaf að gráta í hvert skipti sem þú ferð ekki hennar hlutverkið. Þú ætlar alltaf að vera leiður þú ferð ekki geggið. Þú veist, það er bara svona, þá fyrst verður maður sko algjörlega búin á því. Og þú veist, það verður rosalega lýjandi. Hversu erfitt er fyrir þig sem leikonu, þú ferði ykkur að pröfa eitthvað og ferð nei, kannski hún fullt eitthvað neyjum, að taka svo ekki persónulega. Það er rosalega auðvelt. Það er auðvelt? Já. En það er gott? Það er rosalega, mér finnst það, af því að ég veit að það er ekki persónulegt. Nei. Þú veist, ég veit alveg að hérna castingdirektorinn er ekki eitthvað svona, fákvæmum mig ekki byggla. Þú veist, ég ætla ekki að ráða hana, þú veist, og ég veit að það er ekki málið, skilur, þú veist, af því að það er svo margir hlutir sem að spila inn í þessu ákvörðun, þú veist, þetta getur verið hérna bara besta leikona sem að mætir í pröfuna, en hún er aðeins of hávaksin fyrir mótleikaran, skilur, og það bara passir ekki, eða þá er þetta bara besta leikonan hérna sem kom og hún er of ung fyrir aðaleikaran, skilur, eða öfugt, aðaleikaran er of ungur fyrir aðaleikona, þetta bara passar ekki. Hérna, eða þá þessi leikona svona virkar betur fyrir hennar karakter, þú veist, hún kannski er unglegri heldur en þú varst, það passa betur, þú veist, að því að það er ekki hægt að setja samasemmerki á milli pröfunar og þinnar persónulega, skilurðu, þú veist, þú mátt ekki hugsa þannig að þú veist, þú færi ekki þetta gegn það þýðir að þú sést ömulegur. Þetta er alltaf bara, þetta bara passar ekki inn í jöfnuna. Þetta bara hendar ekki? Já, þetta er bara 1 plus eitthvað sem 5 og við erum að leita að því sem að gengur upp í þetta 5. Já, mér finnst það áhugavert að því að hún Unnur talaði um þetta, að mér myndi að vera vinur hennar út í LA. Hann fekk eitthvað hlutur, fór ekki alveg pröfunar og allt þetta. Já, ég sá það. Sástu það? Og svo bara búin að fara í table read og allt, þess að lesa öll handritið, svo bara sagt við hann, því með þetta er ekki að ganga. Einmitt, þá myndi ég sko spyrja, ok, hvað er það? Þú veist, þá er ég bara svona... Það hlýtur og þetta sátt. Þá hefði ég sko gengið á mannskjónu, ok, var til að segja mér hvað það er.
að því þú veist, ég held að þetta get ekki verið það að þessi ákveðni leikari bara hvernig, veistu, hann bara ekki nógu góð leikari mér finnst það svo hæpi, gegnum allar þessar pröfur og allt þetta. Já, af því að þú veist, fólk veit alveg getur leikið. Nákvæmlega. En þá var það aftur bara, nei, herriðu, hann aðeins of lágvaxinn. Ég sé það núna, eitthvað, þú veist. Já, getur verið. En ég var alveg til að, ég myndi alltaf spyrja, sko, hvað máli væri. Svo getur vel að hann hafa gert það, skilur, ég veit það ekki, en svo má líka fólk ekki vann með deitt og það er chemistry á milli leikara. Já. Að því að stundum þegar maður horfa okkur á bíómynd, þú veist, maður bara svona, vá, það er ekkert chemistry. Já. Svo er maður aðra mynd og maður bara eitthvað, það er bara allt on fire og ég er ekkert að tala um þetta sem kynferðislegt, bara ég er að tala um bara hvernig funkar þessi leikara saman. Já, algjörlega, sko. Það lítur stór partur af þessu. Já, algjörlega, sko. Þú veist. Og stundum tengi fólk bara ekkert. Já. Og það hefur ekkert með það að gera að þú sett verri einstaklingur eða betur en hinn. Nei, ég meina, þú veist, við tengjumst ekkert alltaf, skilurðu. Þannig að... Bara svo í raunveruleikunum, það er ekkert allir viniðinir, skilurðu, þú tengist ekkert öllum, af hverju það er eitthvað öðruvísi þú þarf að leika mótunum. Já, einmitt. Dráhur pæling. Já. Þannig að, þú veist, það er allt til í þessu, sko, og pröfur er alveg mismunandi. En ef eitthvað kæmi til því núna, kannski bara ung stelpa, ung strák, bara eitthvað svona, myndi segja, veistu það að maður er með langar svo að vera leikari. Er eitthvað svona ráð sem þú gefa þessum krakka? Þetta er krakki svona með eitthvað drauma og... Hvað var hann gamall? Ég sé fyrir mér hann ekki svona 10-12 ára. Þannig ekki orðin, þessi einstaklega ekki alveg orðin úlingur. Já. Svona eitthvað svona draumar. Myndur þú svara, sem það skiptir máli hvað hann er gamall? Já, það skiptir máli. Ok, segð mér okkur, hver er munurinn? Ef það væri barn að spyrja mig 10 ára kannski. Já, þá var ég bara, já, þú getur allt sem þú vilt. Farðu í sönglist, haltu áfram að setja upp leikrit. Þá væri ég bara hér. En ef hann er 18 ára? Ef hann er 18 ára, þá myndi ég segja honum að, ekki gera þetta. Hættu við núna. Ég myndi samt hugsa, ég myndi segja honum, er eitthvað annað sem þú getur mögulega viljað gera? Af hverju? Af því að þetta er svo líðandi. Þú veist, þetta er svo erfitt. Þetta er erfitt. Þetta er svo ógeðslega erfitt. Já. Og þannig ég myndi segja, þú veist, og ef að krakkinn, ef að þessi einstaklingur myndi segja, já, ég var líka alveg til að vera læknir. Þú veist, mér finnst það líka rosa gaman. Þá myndi ég segja, ok, farðu í læknisfræði. Lærðu það frekar? Lærðu það frekar. Þó að það séu þetta erfitt líka. Já, algjörlega, en þú veist, læknisfræði er allar svona vinna, þú veist, þetta er svona menntun, þú mentar því í því, svo getur sótt vinnu og færi vinnu, skilurðu? Þú veist, það er allt öðruvísi. Eða þú veist, ég vil vera sálfræðingur, ok, farið sálfræði, þú veist, þú getur, það er meiri líkur að þú fáir vinnu þar heldur en að verða leikari, skilurðu mig? Já, einmitt, það geta kannski margir orðið leikarar, en kannski ekki starfandi leikari er svolítið annað. Já, að geta allir mennta sig í flestir. Að geta margir mennta sig í þessu og síðan er það að vinna við þetta, þú veist. Og taka öllum þessum neyjum og... Já, og líka bara, þú veist, að vera, sko, sjálfbær listamaður. Eða, þú veist, að vita hvað þú átt að gera þegar það er enginn að hringja þig, skilurðu. Af því að, þú veist, það er ekki, síminn er ekki að fara að hringja alltaf. Og hvað ætlar það að gera? Þú veist, þú getur ekki bara verið háður öðrum. En þú veist, þó að starfið sé þannig, maður er rosalega háður öðrum, að það er svolítið undir öðrum komið að ráða því í vinnu. En það sem ég gerði í listaháskólanum, ég bara vissi það, þú veist, að heimurinn mun ekki alltaf grípa mig, þú veist, ég mun ekki vera alltaf ógeðslega heppin og ég er ekki svona ógeðslega heppin, bara svona lendi bara óvart í hinu og þessu verkefni eða þú veist, fólk er ekkert eitthvað endalaust alltaf bara að vilja vinna með mér eða eitthvað svona, þú veist, ég vissi bara, þú veist, ég hafði það reglu, mér langar að læra hvernig ég get sett upp eigið verk. Þannig að þú veist, ef enginn er að ráða mig, þá set ég bara upp mín verk eða gera sem að mér langar þess að gera sem listamaður. Og þegar ég var á 3 árun í listaháskólanum þá
áttum við að gera svona einstaklingsverkefni og svona útskriftarverkefni þar sem áttum að setja upp okkar eigin verk og ég leit á það sem alveg gríðarlegan skóla bara þú veist, ok, ég ætla hún bara ímynda mér að ég sé útskrifuð og það enginn sem að fara að ráða mig og ég þarf bara að búa til leiksýningu, þú veist að ég þarf bara að læra hvernig að setja upp ljósin, hvernig maður á að setja drappringarnar og setja upp áhundapallana og skrifa og pæli búningum og allt þetta og ég gerði þetta allt saman og og það gekk rosalega vel og Ari leikústjóri kom á sýninguna og sá þessa sýningu sem ég gerði og og ég fór sótt styrk fyrir þessa sýningu ásamt Köru og Andreu stelpunar sem að ég talaði áðan og við fengum pening til að setja upp þessa sýningu síðan í Þjóðleikhúsinu og síðan, og Ari bauð mig pláss af því hann var búinn að sjá sýninguna og og þessi sýning var sett upp í Þjóðleikhúsinu og þetta var bara útskriftarverkefni mitt, skilurðu og það endaði á því að við fórum og túruðum með sýninguna út allt land á vegum Þjóðleikhússins og þú veist og þetta verkefni búið að standa núna í þú veist 3 eða 4 ár þú veist það bara búið að eiga sér svo mikið framhaldslíf þú veist þannig að þetta verkefni sem ég get alltaf gripið í bara þú veist ef það ekkert að gera að þú veist ok við fórum og sýndum þessu sýningu og sýnd held ég 50 okkar sinnum skilurðu og og það bara fleytti mér ógeðslega mikið áfram af því að fólk kom síðan og sáu þessa sýningu sem við settum upp og reðum mig út frá því og þú veist og þannig byrja boltinn að rúlla skilur þú veist ég fekk ekki eitthvað símtal strax frá Þjóðleikhúsinu bara herði viltu koma á samning þú veist ég veit alveg ég veit hvað að berjast sko ég ekki einu af þeim sem hefur alltaf verið ógeðslega heppin með allt þú veist verkefnin hafa ekki bara komið en hvaðan kemur þessi mikið svona baráttu anda og þrautsegi og gefast ekki upp hafa trú á sjálfur hvaðan kemur þetta? Ég bara ger mig fullilega grein fyrir því að ég ber ábyrgð á mér og mínu ferli og hver setti þetta svona markvist í því skilur? Var það mammaðin, pappiðin, bæði hvaðan kemur þetta? Hefur pælt í því? Já, ég held að sé bara út af uppeldi sko, þú veist ég þurfti mjög snemma að taka ábyrgð á mörgu heima hjá mér og mér fannst það bara svona rosa basic sko og þetta hefur alltaf bara verið svona hugsun bara ok, hvað ég gera núna? Já, ég veit, herri, ég hringi þennan þú veist, eða já, maður á að gera þetta svona og þú veist, þetta bara þessi sjálfbærni sko sem að ég hef alltaf haft, ég held að allir væri svona líka eða þú veist, þetta mér fannst bara rosalega basic sko ef mér vantaði eitthvað ef ég þurfti að gera eitthvað þú veist það bara svona gerði ég það Þetta rosalega verðmætur kostur, skilur já mikilvægt, finnst mér já, algjörlega, en það var ekki grínlaust sko, ég held að ég hafi verið svona 23 ára þegar ég áttaði mig á því að já, þú veist, þetta ekki sjálfgefið þú veist, þá bara svona af einlægni hugsa ég að það eru ekki allir sem að hugsa svona eða myndi bara svona framkvæma hluti og bara svona berjast og gera þetta þetta er bara eðlilegt fyrir þér þetta hljóma kannski svolítið hrókafullt nei, ég skil nákvæmlega hvað að tala um þetta er búin partur þess svo lengi já, fyrir mér er þetta bara svona basic eða bara svona, ég veit bara að ég get ekki alltaf stólað á annað fólk ok, hvað ætla ég að gera? Þá bara tek ég ábyrgð því sem ég get gert og ég get skrifa, ég get sótt styrki, ég get fara að vinna með fólki sem langar til að vinna með og það elur á sér önnur verkefni og þannig að þetta er bara það sko, þú bara gerir, þú stendur upp úr stólunum og ferð og þú gerir eitthvað Ég vil meina það að þannig fólk eins og þú þið munu alltaf meika það, skilur alveg svona hvernig þú lítur á það ég er ekkert að segja endilega það því að þú þurfa að reysa Hollywood-leikuna en þú munt alltaf meika það, skilur já, af því að þú getur verið með bestu leikuni heimi og hún er bara besta leikuni heimi og síðan ertu með ógeðslega góða leikunu og hún með geggjan drifkraft hver að fara að meika það skilurðu, einmitt að þú veist, þetta er fullt af góðum leikurum í öllum heiminum, bara svona frábærum leikurum en síðan er líka spurning hvort að það sé hungur þú veist, í að
leggja þetta fyrir sig og bara gera eitthvað í hlutunum og leggja þetta allt á sig já, af því að þú veist, þetta er ekkert nema vinna, ég myndi segja að þú veist, þetta er 90% vinna og kannski 5% heppni og 5% hæfileikar, þú veist, það er bara það sko já. Grínlaust sko, ég myndi mæla með því að fólk hlaupi marathon líka Af hverju? Meinar það fyrir andlega heilsu? Nei, sko, af því að ég segi þetta alltaf ég mæli svo mikið með því að fólk hlaupi marathon Af hverju? í alvörinu, af því að þetta er svo mikil huga leikfimi Meinar þetta reynir svo mikið á og þú þarf ekki hætta já, af því að þetta reynir svo mikið á andlega byrjar náttúrulega bara á því að hlaupa bara þú veist andlega fyrst, þú veist, að því að þetta er svo erfitt að maður þarf svo mikinn aga til þess að gera þetta og þetta er svo langt loforð og þú verður bara að lofa þér að þú ætlar að hlaupa þetta marathon fyrir sjálfa þig alveg eins og þú ætlar að leggja leiklistina fyrir þig, fyrir sjálfa þig og þú gerir þetta og að því að þú veist það eru svona þessu pínu litlu augnablik sem að mótar eða sem að slípar steinin skilurðu, þú veist kannski að vakna klukkan 6 til þess að fara út að hlaupa öllum er fokkin skítsam og vakna klukkan 6 og ert að fara að hlaupa, þú ert ekki að gera þetta fyrir neitt annan en þú ert að sanna fyrir þér að þú getur þetta og þú ætlar að gera þetta og þú heldur þessu loforði og heldur þessum aga og það náttúrulega bara smitast yfir í allt annað sem þú gerir þú veist, mér finnst rosa basic bara það sem við vorum að tala um áðan, mér finnst það bara rosalega basic, þú veist, ef það er engin verkefni á borðinu þá myndir þau bara fara að gera þín verkefni, right? Og það, fyrir mér er það basic að bara eins og að, þú veist að taka ábyrgð en meikar þetta sens? Þetta meikar sens, en sumir þetta samt í þann gýr grei ég, það vill enginn hringi mig hefur ekki áhuga á mér sem leikonu þú veist, það er alveg sumir sem myndir detti það, skilur þau en mér finnst svo gaman að heyra mig þú veist að hugsa þetta sem svo mér finnst það svo þroskað og heilbrigt attút, gagnvart þessu en ég veit ekki hvort ég mikið marathonlöp Nei Ég verð að koma því að já, eða bara, þú veist eða þú ert í crossfit eða eitthvað, þú getur gert eitthvað þar nei, en ég er að meina bara svona þú veist, að þetta, maður þarf að vera svo ótrúlega seigur til þess að meika það í þessum bransa og bara alveg þú þarft að vera ógeðslega seigur til þess að hlaupa marathon líka ég efa það ekki sko já, og já, einmitt þess að þú varst að segja sem ég myndi kannski detta í aumingja ég og allt þetta þú græðir ekkert því nei, af því að þetta er val það er númuleg þetta er alltaf val, þetta er val og þetta er á þinni ábyrgð, þú ræður þú getur verið aumingja ég er umuleg og ég er svo mikið fórnalamb eða eitthvað svona, dótt í þennan gæja en þú getur líka dótt í gæjan sko ég ætla ekki að sitja hérna lengur ég ætla að byrja að hreyfa í loftinu og bara fokkin gera þetta þú veist, þú velur alltaf hvort úlfinn þú ætlar að næra sko þannig að, og þá er bara aftur þetta er á þinni ábyrgð, þú ræður en það er svo margir sem vil ekki þessu ábyrgð já, og þá er það á þinni ábyrgð og það er ekki ábyrgðina ég er sammála, ég er mjög mikill stöðningsmaður sjálfs ábyrgðar, skilur við algjörlega þú veist, þannig að þetta er svona eins og að borga reikningarna sína, þú veist, að vera síðan hissa á því að þú ert í skuld maður svona, já, af því þú borgar ekki reikningarna þína það er svo basic og þú veist, maður svona ég gæti líka verið búin að gefast upp fyrir svo löngu, að því að þú veist þegar ég var 17 ára þá var ég alveg viss um það að ég geti ekki verið leikona og það myndi ekkert gerast hjá mér af því að ég er blönduð hugsaði þetta þannig? Já og verandi í svona ríkjandi hvítu samfélagi eins og á Íslandi þú veist, það er engin önnur litur leikona á Íslandi á þessum tíma þá þú veist, ég var 17 ára í menntaskóla og ég bara svona, ég get ekki lagt þetta fyrir mig því ég er blönduð og þá, ég held að megi ekki á Íslandi þú veist, það er bara svona einlega hugsun sko og þá
fór ég bara að hugsa þetta aðeins öðruvísi að því ég var alveg sannfærð að þetta gæti bara ekki gengið upp, bara dæmið myndi bara ekki ganga upp að því ég hef aldrei áður séð neitt annan gera þetta og ég hugsaði sko, ég get annarkvort hugsa þetta þannig eða bara, ég get bara verið svo fyrsta sem að fer í gegnum skólan og rött brautina síðan fyrir næstu kynslóð sem kemur eftir mér. Þannig áttu að hugsa? Já, þú ræður alltaf og þú veist, ég get tapað og maður tapar leið og maður fer að trúa þú veist, því sem að þessu neikvæða, þá ertu búin að tapa og þá ertu búin að fyrir ábyrni nei, getur þetta ekki að því að þetta and you're right, þú veist og þú hefur rétt fyrir þér og síðan getur líka valið, þú getur valið að hugsa ég get þetta að því að þetta og þá hefur líka rétt fyrir þér skilur, og þá ertu að taka ábyrðina það alltaf rosalega stutt í það að varpa ábyrgð á einhvern annan nei, það er svo þægilegt það er nefnilega svo þægilegt og við viljum alltaf vera í komfortzónunum okkar það er svo þægilegt að hugsa bara nei, þessi leikstjóri vildi ekki ráða mig af því að hann er alveg fáiði eða þú veist, eða bara nei, kannski er það út af því að þú undirbjóst þig ekki fyrir pröfuna takti ábyrgði þú veist, maður verður bara að vera ógeðslega hreinskilin við sig, skilur það er alveg sama hvað það er og þú veist, þú velur líka hvernig þú ætlar að taka utan eiginleikana þína þú veist, af því að við fæðumst öll alls konar, skilur og við misjöfn og með mismundi eiginleika og kosti og galla og allt það, en við getum ekki alveg breytt því, við getum ekki breytt sem við getum ekki breytt, skilur við getum ekki breytt til dæmis kynþættunum eða hvað það er, en ég set allt fyrir mig sko, svona svolítið eins og að vera á hlaupalínu og það fæðist allir bara í sínum skóm og sumir fæðast berfættir, skilur og það er bara þannig og sumir fæðast í geggjum nægskóm og það er bara þannig og svo er maður við hlaupa startlínuna og byssan fer á stað og maður þarf að byrja að hlaupa og það þýðir ekkert að vera bara eitthvað og sumir bara hlaupa berfættir og þau eru bara að hlaupa berfættir og hlaupa og það þýðir ekkert að vera bara hei, þessi er í nægskóm byrju stoppum aðeins hlaupið þessi er í nægskóm það er ekki að fara að koma þér áfram skilur að sitja og kvarta og bíða þú getur líka bara þú verður að halda áfram að hlaupa berfættur og hlaupa og það sem gerist er að það myndast sigg undir löpunum og kálfarnir byrja að styrkjast maður vera allur miklu sterkari og maður getur bara hlaupið 1000 sinnum hraða heldur en manneskjan sem var fætist í þessum nægskóm og hvað ætla manneskjan að gera þegar að nægskórin dettur síðan af skilur og hann byrjar að haldra þú er komið geggja sig og ert alveg 1000 sinnum sterkari og það verður ekki tekið af þér þú veist það er sigla það verður ekki tekið af þér og það er ekki hægt að skemma það fyrir þér, þú veist. Þetta er mjög góða punkt. Gaman að hlusta að tala um þetta. Maður er bara svona djúpt sokkin inn í þessa sögu og þessa líkingu að ég er svo 100% sammálaður. Og það er líka eitt sem ég þoli ekki og þetta er eitthvað sem ættum bara, það ættu allir að hætta þessu og það er samanburður. Þú veist, hvenær græðið á því? Já. Við græðum aldrei á því. Skilurðu? Já. Það finnst við töðanum hvað sumir eru uppteknir af þessu. Já. Já. Ég veit það og það er líka, þú veist, það er engum til framdráttar það er þér ekki til framdráttar þú græðir ekkert á því það eina sem gerist er að þú missir orku þú missir orkuna af því að þú veist, það þýðir ekki að vera hérna að hlaupa og vera svona að pæla í næstu mannesku af því þá bara gleymir maður sér hvert maður er að stefna, þú veist, það er bara missir fókus eða hugsa eitthvað, vera afbrýðsamur og öfundsjúkur að þessi á bensbíl, ég og bara eitthvað drast hver er mér ekki drullu saman maður algjörlega eða þessi svo hávaksin eða þessi sætar en ég allt þetta er svo brenglað og ég vil að vissu það að heimurinn er þið hamingjusamari ef allum það hægt að bera sig saman ykkur aðra já, algjörlega og það er líka sko fólk við bara svona að bera sig saman við suma hluti en ekki aðra hluti en það er bara svona suma hluti en hvaða sumi hlutir er þetta sem þú ert að bera þig saman við þú veist og hvaða vægi hefur það og svo líka eins og sumir hugsa kannski með þessi svo fyndin eða þessi svo klár já, en þá er hann bara með eitthvað aðeins minni í ykkur öðru
hann kannski lélegur í mannlegum samskiptum, hann kannski ekki góður í þessu, það ekki með allt. Já, einmitt, eða þá maður getur líka sko tekið til fyrirmyndar, þú veist, vá hvað þessi klár. Ég væri til að taka þetta til fyrirmyndar, þú veist, og bara æfa mig betur í þessu. Og innblástur. Já, að þú notir það sem meðbyr. Já. Skilur mig. Ég man, ég var einu svona, ég sótti mér slökkuliðinu, rétt áður en Arctic hafði sambandið mig. Sótti mér slökkuliðinu og það svona risastórt hlaupapróf sem þú þarft að fara í þú fyrir slökkulið og þú þarft að hlaupa einhver 3 kílómetra á ógeðslega fá mínútum, ég man ekki mínútufjöldan og vorum held ég 2 eða 3 stelpurnar sem að vorum í þessu stóra hlaupaprófi og þetta stóra hlaupaprófi svona stærsta sían, þú veist það detta flestir út þetta svo ógeðslega erfitt hlaupapróf og síðan voru bara svona fullt af mössum gaurum þannig líka og það var einn gaur sem stóð svona við hliðina á mér og hann var miklu stærri en ég og ótrúlega svona stóra mikill massar og þá hugsaði ég, ok, ég ekki að fara að geta þetta því að þessi gaur miklu stærri og sterkari en ég en þá er ég bara, ok, ekki að bera mig saman ég miklu minni og léttari og ég átt að rústa þessu og það gekk upp skilur þú veist, þannig að það líka val hvernig þú ætlar að horfa á hlutina og hvernig þú ætlar að nýta þína eiginleika 100% þér til framdáttar en það virðist vera það sé svo margir sem bara þekkja sjálfan sig aftur, þetta alltaf þinni ábyrgð að þú veist að hringja oftar í sjálfa þig tjekka þess á þér góð hugmynd já, og vera hreinskilin sjálfa þig að þetta byrjar allt með manni sjálfum sko Já, 100%. Ég verð að spyrja það út í eitt í samfélag við leiklist. Að þú ert búin að leika í sjónvarpi, bíómynd og á sviði. Þegar þú ert að læra leiklist, að þér er kennt leiklist, að það var stundum talað eins og í íslenskum bíómyndum, kannski aðalega í eldri bíómyndum, þetta svolítið að breytast. Það var talað leikhúsleik í bíómyndum. Þú veist, ég var vel að vera mér þegar ykkur er kennt núna leiklist, en það er eitthvað 4 ár sem þú útskrifaðist. Já, 2016 Já, nálgast 5 ár þetta væntanlega eitthvað munur að leika á sviði versus að leika frá myndavél hvernig þessi munur? Hvað er ykkur sagt? Hvað er ykkur kennt? Já, þetta er sko ég reyndar lærið þetta ekki í skólanum en þetta er sann sko, þú veist, þú ert á sviði þá ertu náttúrulega að reyna að ná til mannsku sem að situr á aftasta bekk sko, þú veist, þannig að þú veist, allar hreyfingar þurfa að vera miklu stærri og maður þarf að tala 1000 sinnum hærra og meiri áhersla kannski meiri áhersla og bara þú veist meiri rými svitund og maður þarf að leika miklu stærra á meðan að þú ert í að leika fyrir sjónvarp þá þarftu ekki að leika eins stórt, þú veist, ég myndi aldrei vera eitthvað að tala við þig, þú veist, og meðan þú situr bara hér, skilurðu þetta er bara miklu minni, þú veist, þú í sjónvarpinu á sérðu til dæmis öll augnaráð, skilurðu, þú veist, þú myndir ekki sjá þessa hreyfingu til dæmis á sviði, en þú sér það í sjónvarpi þannig að þú ert að leika bara miklu minna, þú veist, það liggur við að þú ert að bara að hugsa hugsanir og það sést í sjónvarpinu eða á skjánum, skilurðu mig Ég skil hvað þetta finnst þér vera, þó að þetta leikar frá myndavélar finnst þér að vera meiri nánd í þannig leik? Já, af því hann er ekki svona stór miklu meiri nánd, mér finnst það miklu persónulegra að leika fyrir framann myndavél, af því mér líður eins og ég sé bara ein fyrir framann myndavélina og en á meðan að þegar ég er á sviði þá er ég rosalega meðvitum, þá þarf maður að vera rosalega meðvitar allt rýmið, skilurðu bara umhverfið sjálft Já Þú veist, ég meina tár á sviði myndi ekki sjást eins vel og í tár, og tár í myndavél, skilurðu. Nei, mitt. Þannig að þú veist, mér finnst þetta vera ótrúlega persónulegt. Mér líður bara svona, að það er svona eins og allir heimurinn sé að horfa bak við myndavélina. Þannig að þér finnst þú vera berskjaldari? Miklu berskjaldari, alveg miklu. Þó þú sért í sal með live fyrir frá að fylta fólki, þá finnst þér þetta persónulega? Já, að því að ég bara kemst aðeins meira upp með að, þú veist á sviði, sko en þess að í sjónvarpi bíómyndum þá farið kannski fleiri tökur
Já. Er það alltaf kostur? Getur það stundur verið galli? Mér finnst kostur að þú getur fengið margar tökur en þú veist, það er svolítið svona, það er öðru sér pressa þegar þú ert á sviði, það þarftu bara að negla allt og ef að þessi sýning var léleg, þá var hún bara léleg, skilurðu? Það er ekki þetta að bjarga mig. Nei, það bara kemur annað kvöld og bara gerir betur en þegar þú ert í mynda þá er það bara til að eilífu, skilurðu mig? Alltaf þín framistæða er til. Já, það er allt til á vídeói. Það er alltaf að sjá þetta. Já. En hversu mikið, mér finnst mjög áhugavert þegar ég les viðtölu leikara og þeir segja bara, já, ég horfi ekkert á bíómyndir. Og maður bara svona, vá, það er kannski frægur leikari. Já. Það er leikona. Já. Hversu mikið svona kvikmynd áhugamanneski ert þú? Ég dýrka kvikmyndir. Þetta er stórt áhugamál hjá þér. Já, og ég pælu rosalega mikið í þessu og bara í alla þættina, allt þess ég sagði bara make-upið og búningana og allt og propsið, allt svona, þú veist að því að maður er bara rosalega meðvitaður samstarfsfélagina sína líka, þú veist bara hvað eru þau að gera, já, ok og þú veist, maður fylgist með þeim vinna og maður ber, þú veist, virðingu fyrir þeirra vinnu líka, þú veist, maður er ekkert að fikta eitthvað ekstra mikið í propsinu af því að þau eru búin að smíða þetta fallega props, þú veist, maður ber virðingu fyrir öllum og ég hef allan áhuga á öllu því sem að þau eru að gera líka, skilur eins og þegar maður fer úr búningnum, þú veist, þá er maður ekkert eitthvað að henda búningnum, skilur þú veist, það er einhver sem að sauma þennan búning, sko þú veist, þannig að maður vill fara vel með hann og hengja hann upp ekki vera að fá þetta ekki vera að fá þetta þannig já, ég hef mjög mikið áhuga á kvikmyndum og líka, þú veist, það er svo mikil lærdómur að, þú veist, að horfa á einhvern góðan leika og maður bara svona ekki af hverju er hann svona góður já það er að því að hann er að leika svo lítið skilur já, það er sem líka áhugavert að spyrja út í af því að þegar ég horf á leikara ég kann ekkert leiklist ég er bara vá, geðveikur leikari en hvað ert þú að horfa á sérstaklega þú horfar á góðan leikara? Já, þá er ég rosalega mikið að horfa á það fyrsta sem ég hugsa er bara okay, hvernig gerir hann þetta þú veist hversu nálagt er hlutverkið leikarunum af því þau eru líka rosalega mismundi, þú veist, ert að leika eitthvað skrýmsli eða þú veist, það er bara svona physically, ert að leika skrýmsli eða er hann að leika bara venjulega mannesku, þú veist og þá er maður að fylgjast með, þú veist, hvernig fer hann með textan, þú veist, er hann mikið að leika með andlitinu eða ekki eða er hann meir bara svona að hugsa textan og ég skil hann þannig að það er alls konar Já, mér finnst það áhugavert það er sumi leikar sem ég horfa á ég er bara ég kannski horfa á okkur leikar og ég er bara þú ert svo mikið að leika Já ég þóla ekki ég vil horfa á persónu Já, og það er það sem að ég er að tala þú veist, þegar að ég segi, þú veist, hversu nálægt er hlutverkið leikarunum þú veist, að því sumir eru svona að leika og það er svona mikið verið að leika og þá er kannski leikarinn að reyna að ná í persónuna þú veist, bara svona heldur kannski að þurfa að gera rosalega mikið til þess að verða persónan í staðan fyrir að hvíla hans betur í persónunni og láta persónu koma til hans heldur kannski að það sé að gerast þegar ég er að horfa á leikara og ég er bara svona þú er svo mikið að leika já að leikarinn sé ekki sannur karakternum meikar þetta sens já, ég aðeins pælt í þessu en ég hef ekkert við mig að ég kann ekki leikli sjálfur ég ekki séns ég geta leikið en mér finnst það svo áhugavert að þú ert að horfa á því leikarar, mér finnst líka bara leikarar eru höfuð, mér finnst það mjög áhugavert stjætt að þú ert unni vinnaðinn er að vera bara alltaf önnur manneski en þú ert mér finnst það bara gett áhugavert að vilja gera það Já, mér finnst rosalega gaman að pæla í aftur, þú veist, að búa til fólk að hvað gerir fólk að mannlegum verum, þú veist, hvað hvenær er fólk mennsk og ekki mennsk eða þú veist, siðlaus skilurðu þannig að, já, það er rosa gaman að pæla í En eins og í dag, horfur meira á bíómyndir eða þætti? Þættir eru svo helviti góður sko? Einmitt, ég held að ég horfi meira á bíó sko. Þú horfir meira á bíómyndir? Já Ertu þá aðal að horfa á nýjar eða ferðu oft tilbaka og ertu á... Nei, ég fer ekki mikið tilbaka Þú horfir ekki oft á sögumynd? Nei Okay. Þú veist, ég á sko svona uppáhaldsmynd einhver svona sem ég hef hort á aftur og aftur Hvað er það? Örugglega Mean Girls
það hún er góð hún er eina myndin sem ég hef hort á svona oft á, þú veist bara það finnst hún bara skemmtileg hún er bara skemmtileg, hún er fyndin og en ég veit mjög margar góðar myndir, bara svona sturla góðar myndir sem ég er ekki alltaf að horfa á skilur sem ég horfa bara á einu sinni, hún er geðveik en ég ætla ekki að horfa hana aftur að hún er bara svona óslega löng og hún er bara ekki þannig mynd sem hún horfi kannski á aftur en hún er geðveik, eins og Parasites til dæmis. Parasite? Já. En það er mynd sem ég geti hugsað mér að sjá aftur. Já. Því hún er svolítið svona, mér finnst það að vera multi-layered í hún er rosalega, sko. En þeir líka kunna að gera myndir, sko. Já, veit það, þessi Asíubor. Þessi Asíubor. Nefnir þess að Suður Kórubor, þeir eru bara marga myndir, því ég er mjög hrifin að myndunum þeirra. Já. Það gera stundur svo ógeðslega vandastöf. Já. Eins og, sástu Oldboy? Nei. Á sínum tíma? Nei. Hún vakti svolítið mikla athygli, hún 2003, cirka. Ég á blown away, sko. Það er bara, það er eitthvað ákveðin þungið eitthvað í þessum myndum sem bara mér finnst það líka bara þóra. Þeir gera alls konar, eins og Parasite. Ég er ekki sem fyrir mér að Hollywood myndi gera svona mynd. Nei, myndi örgulega gera einhver svona eftirlíking á henni. Já, hún myndi ekki... Hún myndi ekki virka. Nei, hún myndi ekki virka og hún er ekki ekta. Nei, nefnilega ekki, sko. Af því að þú veist, það er oft sem að Hollywood reynir að gera svona eitthvað svona remake og það bara virkar ekki af því að þú veist, það vantar bara sálina í myndina. Og líka af hverju þurfa að endurgera myndir? Já, það sé ekki bara nóg, það er geðvik. Hún er til, eins og Parasite bara, hún er nýleg. Verðum við að endurgera hana? Hún er til. Eins og sástu frönsku myndina, það er auðvitað mynd sem hefur haft gana, Intouchables. Frábær. Bandaríkjamenn endurgera hana. Já. Ég nefndi nú ekki að sjá hana. Nei, ekki heldur. Með Bryan Cranston og Kevin Hart. Já. Af hverju? Já. Þessi mynd er frábær, franska. Já. Er þetta bara því að bandaríkjamenn nenni ekki að lesa það? Já, einmitt. Já. Og af hverju þurftu þau að endurgera hana? Ég skil það ekki. Að stela eitthvað, þetta er geggjumynd, það eru gerum eins bara á ensku. Mér finnst það vera svo úrelt. Af hverju er ennþá að gera þetta í dag? Fáránlegt. En ég verð samt að spyrja aðeins út í Tenet. Að þú sagðir eitthvað talandi eitthvað Tenet. Er ég að fara að fá annað langt rant eða fannst þú frábæra? Nei, ég er búin að jafna mig á því. Ok, en eins og með hann, Christopher Nolan, hvernig fílar hann? Hann sem leikstjóra? Já, því hann er alltaf mainstream leikstjóri. Já. En hann alveg gerur oft áhugavert, sko. Já, hann gerir alveg gott stöf, skilurðu. En þessi mynd var bara... Ég skildi hann ekki, skilurðu. Ekki heldur. Fyrir að fyrst voru bara allar reglurnar rosalega óskýrar. Það var rosalega óskýrar og þú veist, þegar þær eru óskýrar, þá er maður bara ekki með í myndinni. Og það var svo góði leikarar í myndinni líka. Þú veist, maður veit alveg að þessi leikarar eru góði leikarar, sko. Já. Og svo fyndi ég að, sko, sjá þau fara með línurnar. Og það er svona, þessi ekki alveg rétt að lína. Varst ekki að kaupa þetta? Leikin? Nei, jú, ég var alveg að kaupa leikin, en bara svona, hvernig þau fóru með línunar? Þú veist, ég sá að þau skildi ekki alveg hvað þau var að tala. Þú veist, það liggur við að þau hefur bara litið í myndalina bara, er þetta ekki alveg rétt lína? Er þetta bull síðan að segja? Já, er þetta, mengar þetta sans? Þið varst að skýna í gegn? Mér varst að skýna rosalega skýrt í gegn og síðan líka mitt bara, þú veist, það var ein konana sem var sæt og hjálpalaus, eitthvað svona hliðlinni, við nenni því ekki. En hérna... sem honum eitthvað, ég skildi það líka ekki alveg. Já. Hann var eitthvað neginn, honum þóttu svo allt í nú væntum hana af hverju? Já, af hverju? Af hverju? Já. Þú veist, ég skildi þetta ekki. Mér fannst bara engin persónusköpum verið í þessari mynd. Nei. Þetta var rosalega mikið bara svona á yfirborðinu og aftur, ég bara skildi ekki hvernig þessi mynd virkaði, því ég skildi ekki reglurnar. Ekki heldur. Og bara, hún er ógeðslega skringilega klift. Hún er rosa snöggklift. Já. Maður er bara svona frá einu staði annan, það kemur eitthvað nafn á okkur einstakling, öðrum, svo manni, svo komið þessa borg og maður bara byrju, skilur, hleyftu mér inn. Já, þetta var svona overload af upplýsingum, maður bara svona næri ekki að meðtaka. Þú veist, þetta er ekki svona mynd sem að, þú veist, það eru upplýsingar og svo hvílir maður, upplýsingar svo hvílir, þú veist, þetta er bara dug, maður bara svona á hvað forsendum, skilur. Já, og ég held að reyna að útskýra fólki ástæðan ég þoli ekki Tenet. Mér finnst það bara, mér leiddi, sko. Alveg svakalega. Og þó að sé eitthvað svona time travel og það er eitthvað byssur og stór hasar og eitthvað svona dót sem ég fíla alveg. En ef ég er ekki með karaktera,
ef við erum saman allir myndinni, þá er ekkert í húfi. Nei, og þú fær ekki tíma til þess að þykja vænt karakterina. Nei, engan tíma. Það fær ekkert andi í þessar mynd. Nei. En hún er samt ógeðslega löng. Já. Mér finnst það bara tæknirung. Algjört, sko. Svo við með mikið peningum. Sjáu. Þetta er svo mikið þannig, sko. Málið er að það geta gerist stundum með leikstjóra þegar að verða frægir. Og eins með Nolan. Hann er bara guð hjá Warner Brothers. Já. Skilurðu? Og það er bara enginn sem neyða hann. Þetta sem gerist þá. Ég alveg tala. Hvað er hann að útskýra þessa mynd? Mitt. Þetta var þetta var bara svo mikið anti-climax. Þú veist, það var svo mikið hæp í kringum þessa mynd, sko. Líka út af COVID, þetta var svona fyrsta stórmyndi sem var að koma. Þetta var svona ljós í lífi allra. Já, bara ég get fara í bíó aftur á eitthvað stóra mynd og bara geggja og Nolan, hann gerir ofta góða myndir. Ég er ekki spenntur næstu mynd sem hann gerir, sko. Veistu hvaða mynd það er? Nei, en mér er alveg sama. Af því ég fíla ekki heldur Dunkirk. Hann gerir Já. Ekki. Nei. Þú fílar hana? Mér fannst hún ekki slæm. Nei. Alls ekki. Mér er sama allir myndinni. En það? Alla. Mér fannst það bara að tækna úr líka, sko. Bara sjá hvað ég get flott að hérna alvöru flugvélar og eitthvað. Það var ekki mynd fyrir mig, sko. Ok, áhugavert. Já, hún virkaði ekki fyrir mig. Svo ég verið að tala um fólk og sumir segja, já, en það er ástæðan að gera þetta. Ástæðan að gera þetta er að hann vildi bara fjalla hann atburð og það gafst bara ekki tími til þess að kynna eitthvað karaktera og eitthvað svona. Ok, ég skil það alveg. En hvað klikkað það í Tenet? Það er ekki persónusköpun heldur þar. Nei. Mér finnst bara svona vantar eitthvað sál, eitthvað hjarta. Þú veist, það er bara svona eins og all tíminn fari í það gera allt CGI-ið. Eða stór praktikal effekt. Já, ég segi það. Þú veist, hann keypti flugvél til þess að krassa. Það er ekki tölvugert. Skilju, þetta er rosa mikið. Hvernig krossuðu vilni? Bara keyrði hann í eitthvað drasl. En hvað með fljúmanninn? Það vænti lengi verið að fljúa. En eitthvað sem bara stokki úr henni. Nei, hún var þetta er í Tenet. Það var flugvélin bara í jörðinni. Ég er ekkert á fljúandi flugvél. Já. Nei, ég er ekkert í Dunkirk. Já, ok, ég er reglulega saman. Miskilningur á okkur. Í Tenet, það var þess að stór flugvél. Bara eitthvað 747, eitthvað breiðþota. Og hún er bara á flugbrautinni, keyrir í hús. Já. Og það er ekki tölvugert. Hann keypti flugvél og krassaði henni, skilur, í húsið. Oh my god. Skilur, já, það er alveg töff, en ef mér er sama allt í myndinni, þá er mér alveg sama hversu stórt atriðið er. Einmitt. Það er mín hugsun. Algjörlega. Það er mín, sko. Það er bara svona á hvaða forsendum ertu að krassa svo vel. Eða þú veist, á kostnaði hvers. Já. Krúið eitthvað svona, við hefum getað fengið eftirlaun. Nei, yfirvinnutíma. Já, þú veist, auka peningur. Ég fatt ekki hvað er í gangi, sko. Þetta er, ok, ég held að það væri CGI. Nei. Ok, þá skil ég alveg hvernig flugmaðurinn hefði getað farið. Já, það væntalega bara eitthvað, já. Svo man ekki alveg hvernig það var, að það getur vel að hann geta krassað, sko. Án þess að hann hafi verið í hættu, skilur, eða eitthvað. Já. Ég veit ekki, allavega, hann gerði þetta var practical effect, þetta var ekki tölvugert. Já. Og ég fór bara að hugsa, er hann að setja bara hugsun í þetta versus, ég ætla að eyða þess meiri tími í að skrifa handriði. Af því að ef að karakterinn er ekkert staðar, þá er ekkert sem heldur myndin uppi. Ekki neitt, það er mín skoðun. Já. En það er margt sem það er er engin ósammála. beinagrind í þessu kjöti, sko. Ekki neitt. Þá þú getur sett eins mikið pening á vilt í myndina og haft eins marga tölubröðlur. En ef mér er samalt í myndinni, hver er skipt það þitt? Það er mitt. Það skiptir ekki máli. Nei. Ertu búin að sjá einhverja mynd nýla? Hver er síðasta myndir sem þú sást? Ég sá eina mynd frá Twitter sín og horfði á hana. Hvað? Ég hafði ekki séð hana, hún fór 2017. Og hún heitir The Greatest Showman með Hugh Jackman. Hefur þú séð hana? Ég hef ekki séð hana. Hefur áhuga að sjá hana? Já, ég held það. Mér finnst hún æðisleg. Eða? Ég trúi því alveg, sko. Ég er ekki mikið fyrir söngling. Nei, ég heldur. En mér fannst hún, ég var með fast bróðstáð allir tíma. Ok. Þetta er falleg saga, og þetta er kannski einföld saga, en falleg boðskap og svona þema í myndinni. Já. Mér finnst Hugh Jackman líka bara, hann er rosalega fjölhæfur leikari. Mér finnst það svo margir fatt ekki alveg hvað hann er góður leikari. Þetta er mitt persónulega mat. Af því hann er búin að leika, sko, sástu Prisoners, myndinu með honum. Nei. Hann var drama, hardcore, alveg frekar dökk mynd. Hann leikur svona hardcore drama þar. Svo leikur hann Wolverine í X-Men myndunum.
svo líka í þessari greiti sjómanmynd þar sem hann brosandi allan tíman, hann dansandi, hann syngjandi, sjálfur, hann syngur þetta sjálfur. Hann rosalega söngvari, sko. Hann rosalega söngvari og flottu dansari og gæinn. Já. Ég alveg með man crush, skilur. Bara djöðlega þetta flottu gæi. Myndin sjálf, hann æðislu lög í henni, frábær tónlist, hún svo litrík og það svo mikið, það sem ég elska við þessa mynd, það svo mikil ástríðinni. Já. Og það svo mikil orki henni og það springur einhvern veginn. Ég bara, mér ástu ekki. Já, ég sá, það til sko myndbandi þar sem stelpan sem að leikur konuna með skeggið. Já, einmitt. Það sem hún að koma í pröfu, kemur í pröfu og þetta allt til á teipi, hún að syngja með Hugh Jackman. Svaka sönguna. Og rosalega góð sönguna, og hún svo stressuð, hún bara titrandi og stressuð og þetta allt til á myndbandi. Svo byrjar hún að syngja og og þetta svona baráttu lag, eitthvað svona look out, 'cause here I come, eitthvað svona. Já, þetta fjallar svo lagið bara líka, þú ert sjálfuð næg, skilur. Já, og eitthvað svona I'm not scared to be seen, eitthvað svona, og hún titrandi í þessari pröfu og þetta bara svona Cinderella moment og hún á að syngja þetta lag og hún svo sætt og þú veist, hún fer að gráta sko í þessari pröfu og Hugh Jackman, þetta svo dramatíst, hann þannig með henni og heldur í hendina á henni og síðan byrjar hann bara að blasta, þú veist, þetta allt saman til ég var að sjá þetta. Já, þetta rosalegt sko og hún svo, þú veist, þegar maður sér einhvern annan svona ógeðslega hrættan og stressaðan sko og hann þannig bara alveg með henni, þetta rosalegt sko. En flott samt að hún fékk. Svo fékk hún hlutverkið. Skilur, hún bara killer söngkona. Hún rosaleg. Ég held ég ekki sé þessi leikona áður. Hún meiri söngkona heldur en leikona? Veistu það? Ég held að þetta sé fyrsta hlutverkið hennar eða eitthvað svoleiðis í svona stóru dæmi, sko. Já, ok, en veistu þú hvort hann hafi verið með eitthvað svona söngferil eða eitthvað? Það hlýtur að vera. Mér finnst það rosaleg söngkona, sko. Það bara getur ekki annað verið en að hún sé bara söngkona, sko. Eða þú veist, ég búin að vera að æfa mjög lengi allavega, sko. En mér finnst bara svo gaman að sjá myndir af því ég alltaf að væla yfir. Mér finnst bara myndir fyrir nokkrum árum síðan. Mér finnst það betur en það sem er í dag. Ég og kæristan að horfa eitthvað á Netflix og við kveikjum á þessu. Það ný myndin á Netflix og þetta er bara drasl. Það tjekkum annar og þetta er bara drasl. Það endur að ég bara kæristan segir bara ekki bara horfa eitthvað gamall. Horfum bara að sjá svona Redemption aftur, skilur, eða eitthvað. Eða Parasite, mér finnst það undantekning í dag. Þannig þegar ég sá þessa mynd, svona stór söngvamynd, litrík, ég var alveg bara svona, ok, þú veist, þetta fyrir mig? Já. Æðisleg. Já. En þú, hvað ertu búin að horfa á? Fyrir utan Wonder Woman. Ég horfði á Wonder Woman í gær og síðan sá ég Drökk daginn. En sko, mér finnst Hugh Jackman, hann svona fjölhæfi leikari, hann minnir mér rosalega mikið á Mads. Ég held að það er svo rosalega fáið sem að vita ekki hvað hann er ógeðslega fjölhæfur. Hann er rosalega. Þú veist, hann var atvinnudansari. Já, menn líka kann hann dansa? Hann er búinn að vera dansari í mörg ár. Nútíma dansari. Nei, jú. Nútíma dansari? Já, og þú veist, og já, bara atvinnu dansari og síðan fór hann í leiklist og síðan bara vatt þetta upp á sig. Hann slæri gegn þegar hann er alveg eldri, sko. Já, ég hef líka, Hugh Jackman gera líka. Já. Það er 20 ár síðan hann sló í gegn. Þá í rauninni bara X-Men, þá var hann stór stjarna. Og að því hann virkar rosalega svona down to earth. Man sé svona viðtöl við hann og svona. Ég held að sé mér sem með sömu konan hann er búin að vera með í 30 ára eða eitthvað. Já. Og ég held að það hlýtur hjálpa þér að þú slærið í gegn svona svakalega þú veist hún eldri. Absolutt, af því að þú veist af því að þú ert búin að læra sko hvað skiptir raunverulega máli, sko. Þú ert ekki að láta sviðsljósi trufla þig. Nei. Af því að öll þessi event, skilurðu, rauðreillin og allt þetta er bara augnablik. Þetta skiptir engu máli. Þú veist, þetta er gaman í nokkur klukkutíma og síðan er þetta bara búið og þú fer heim, skilurðu. Og það er ekki, og það er bara þannig og það og það sem maður lærir, sko, ég held að maður lærir, sko, að leggja vægi á réttu hlutina, sko. Drákvæðin þroski. Já, algjörlega, og þeir svona bara vita hverjir eru og eru ekkert að týna sér í einhverju bulli, sko. Einhverju glamúr. Nei, þegar glamúrun verður alltaf þarna. Já, mitt. Skilurðu? Já. En mér er samt svo gaman að horfa á einmitt svona fólk sem verður slæri gegn svona seinna. Og hann heldur, hann er ekkert í bulli.
hann var ekkert eitthvað hættu með konu sinni og byrja með einhverju nýrri eða þetta er bara, þetta er eins og einhver ákveðin þroski sem á sér stað. Algjörlega. Og þeir líka fá að gera þetta í friði. Þú veist, þeir að fá að þroskast prívatli, þú veist, þeir eru ekki að alast upp í þessum bransa fyrir framan alla, þú veist, eins og Justin Bieber eða einhver, þú veist, þetta er bara svona já, ég er bara svona og þeir eru náttúrulega ennþá venjulegir, skilur, en fá bara að halda svona sínu striki áfram, sko. Að því þess að segja, þeir fengur henni að svolítið þroskast áður en þeir fóru í sviðsljósið, svona heftalega. Ég held eins og Hugh Jackman, ég held að hann hafi verið svolítið mikið á sviði og hefði dansa, syngja og eitthvað svoleiðis. Hann var ekki heimsfrægur. Nei. En svo bara búm, slæði hann í gegn með X-Men. Já. En það er ekki ónætt success, eins og við tala það er búin að vera ekki strita í mörg ár. En mér var svona flokkan hann höndlaði það. Algjörlega, af því að þú veist já, ég segi þetta sé aldurinn og þroskinn, sko. Já, ég og Mats vorum til að tala bara bransan og svona og einhver event og og ég spurði hann hvort hann myndi ekkert sem að flytja eða hvort hann byggi ennþá í Köpen og flytja til LA já, flytja til LA og hann sagði nei, ég myndi aldrei flytja til LA, ég bara er búin að búa saman stað í mörg ár og ég ætla bara að halda bara að vera þar og en síðan bara flýgur hann alltaf á milli skilurðu, til að sinna verkefnum og flýgur bara aftur heim til Köpen skilurðu. Hann býr þar? Já, hann býr þar ennþá, sko og flýgur bara á milli. En það er líka svolítið töff með hann, af því hann er að leika í stóru myndum. Hann var í James Bond, hann er búin að vera í Marvel mynd, Star Wars. Hann er komin í staðin fyrir Johnny Depp. Já, í Fantastic Beasts, það er stór mynd. En samt er hann að leika ennþá. Já. Í til dæmis eins og hvað heitir hún? Drökk. Já. Er það ekki bara dönsk mynd? Jú, algjörlega, það er svolítið töff og það er ekkert síðri, skilur, það er alls ekki síðri, það er svona, ég að segja, skilur, þú veist, þegar þú ert bara mjög skýr með sjálfa þig og þinn kjarna, hvað þið finnst gaman að gera, ok, það er að leika og síðan er það eitt að vilja vera frægur, skilur, þá ertu bara farin að allt eitthvað ljós sem að þú nærð aldrei, skilur, þetta er ljós alltaf hreyfanlegt og þetta er svo innantómt líka maður. Það er ekkert í þetta spunnið, skilur, og síðan er þetta bara svona, þú færið eitthvað geðvegt gegn, þá er það bara geggjað og þú sinnir því og síðan ertu bara aftur komin í þinn kjarna, gefur annað geggjað og fer bara aftur inn í þinn kjarna. Þú veist, ég held að þetta sé svona skilvirkasta leiðin til þess bara að halda þér bara svona nokkuð heilbrigðum, sko. Já. Í þessu bransa. Algjörlega. Loka orð. Já. Fyrir maður slúttu þess að búið mjög gaman að tala við þig. Takk sem leiðis. Bara geggjað að fá þig. Ertu með eitthvað svona loka orð? Eitthvað viskumóla? Ég er búin að koma með alla mína viskumóla í þættinum. Já. Lum bara fara að sjá Wonder Woman. En ég segi samt alltaf líka. Já. Því mér þykir vænt bíómyndir, mér þykir vænt kvikmyndahús og allt þetta. Já. Ég segi samt til fólk, þó ég sé að drullu verið sem mynd. Fara og sjáu hana. Ég meina, myndi ykkur eigin skoðun. En það er ekki alltaf sammúl okkur. En þetta er samt ekki góð mynd. Nei, þetta er ekki góð mynd. En það er líka bara rosalega hollt að sjá slæmarmyndir. Það veit maður hvað slæmmynd er. Algjörlega. Herri, það var bara kveðið þig. Já, takk fyrir mig. Takk hjá að koma. Takk hérlega fyrir að hlusta á þáttum minn eða horfa á hann og eins og kannski gera ykkur grein fyrir þá er mikil vinna að gera svona þætti og ég vil endilega halda þessu áfram og gera flotta þætti og fleiri og þið getið hjálp mér að stækka hana þátt með því að íta á subscribe á YouTube eða follow Spotify eða Apple Podcasts svo er ég líka á Instagram og Facebook endilega fylgjum við það líka